Allir tilbúin því að klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 15. ágúst og F95 blöð hefur hafið göngu sína á þessum blauta föstudegi. En Steindi, viltu ekki hafa hana blauta? Borgina? Nei, þú vilt hana þurra? Já, ég vil bara hafa hana helst þurra sko. Ég minna, eru þið rigninga? Nei, alls ekki. Heldur langt frá því? Já, mjög langt frá því að vera rigningastrákur, en það væri það stórfurðulegt. Mér finnst það samt alveg. Er það einhver? Mér finnst samt rigning miklu skárri heldur en rok. Já, heldur að sé einhverju svona rigningadrengir eða stelpur að hlusta eða? Ég held að sé alltaf fullt af fólki sem er mjög gaman að rigningunni, já. Eins og heyrið þá fullu bátur, það var ekki fullu bátur síðasta föstudag, en jú, reyndar geti viðurkennt eitt að þegar ég var hérna upp á mitt vesta á króknum, þá er ég að tala svolítið ég myndi segja þetta tímabilið þegar fóreldrar minn eru hérna nýskilin, ég er einn fyrir norðan á Hyundai Coupe, þá gæti ég alveg hugsað mér að láta rigna á bílinn og detti í svona alvöru hugsanir með Radiohead undir eða eitthvað. Það var góðu blöður. Já, það var besti blöður náttúrulega. Varst ekki í rettónu þá líka? Náttúrulega aldrei reykt sko. Þú veist, þá varst ég var ekki sem byrjaði ekki blöðurinn þá. Nei, þú varst ekki beint í rettónu. Þú spáið þið bara reykja. Þú varst ekki með pakk í vasanum, en þú varst samt alveg, þú hikar ekki að taka upp stubb ef hann logaði í honum. Nei, ég gerði einu sinni á þjóðatíð, þá reyfi upp einhverja rettu, þeir eru búin að tala það síðan að þetta okkur ból. Það er rosalega líka bara að hafa náð akkur að ná því á mynd sko. Já, ef þetta er eina skipti á æðin sko, stubb. Og þetta er fyrir síma. Þetta er hrappur sem næri þessari mynd. En fældi því, þetta er klæmaksblöð. Þarna klæmaksaði blöð í stemningu. Þarna var ég í gír sko. Já, bara hefur aldrei verið í nákvæmlega sama gír. Meirist þessi Barcelona jakki sem er mjög flottur þú skoða myndina. Ég tengd honum á þessari þjóðatíð. Það var þannig gír á mig sko. Þú varst þarna varst að segja öllu gælunum að þú samt texta með ándín eða ekki. Þarna er ég að rölda alla eiguna með Síkó. Greila með Síkó að segja öllum og samti textan við ándín. Hvað ætlar ekki því? Það er rosa. Það trúði samt eiginlega engið því sko. Þetta var í dag. Svo var mér segja, ég er búin að segja þetta hérna áður, en svo var einn stelpa sem að mér fannst mjög sæt og ég var raunin að útskýra fyrir henni, herðu, hérna, ég samti textan, hún eitthvað glætan, ég eitthvað, herðu, ég lappaði með hann alla eigin að leita Sverri Bergman, fann hann loksins. Af því að það var bara, ef þú hringdi á bara tali og öllum, símarnir virkuði ekkert hérna í dalnum. En þú getur ímyndaði hvernig hitin var á Svessa. Ég þoldi það ekki. Þú veist, hann gæti alltaf að labba hann. Nei, það meðan að bara, það vildi enginn bí að horfa í áttina til mín. Það var bara Svessi umvafinn bíum. Þú veist, ég er 21 þarna, þetta var að gera mig geðveikan. Þannig ég er að reyna að labba alla eigin og segja að ég hef stað með textan á laginu. Svo ég gleymis ekki, svo loksins kem ég það með hana og hitti Svessa og ég bara, herru Sverrir, hver samdi textan á þín? Þú, ég bara við stelpuna sagði þér að hún bara, já, hvað ætti ég að gera? Mér langaði svo að segja, ríðið mér, ég gerði það ekki. Bara, þú trúið mér ekki. Búin að lappa alla eiguna maður og djöfulli sjálfur maður. Þetta var, ég veit ekki, jú, þið hefðu fílað hann að blöð held ég. Svo einnig. Já, ég meina ég bara. Það var myndinni strípaði með Síkó og ég veit ég hefði fílað hann að blöð sko. Þetta er svona hálfu ára áður í byrju 70 mínútum. Náðu að væla minni það stötti eftir þetta. Það væri gaman að taka einhvern tíman svona, því að mannstu þú varst einu svona alltaf með búningapartí. Já, ég þarf eiginlega að fara endur vekja þau. Já, en þú getur líka verið með sko svona tímabilspartí. Þannig að fólk mætir sem, þú veist, ok, einu sinni var ég bara that guy. Þú mætir bara sem, þá myndir þú mæta með stubb, þú myndir mæti í Barcelona treini, svipaðri og strípum. Ég myndi þá ekki vilja fá þig sem úlning með þessu sögurna sem Dóri DNA sá okkur um daginn. Ég enda myndi ekki velja þann þá önskað að mér. Þá þurftur að vera með sömu hegðun. Já, ég myndi ekki bjóða því partí. En ég er að segja að þá myndi ég bara Nei, ég meina, en þú veist það myndi allir þurfa að mæta sem einhver típa bara. Já, það er reyndar að ég hef alveg heyrt vitlausar mynd sko. Það er líka orðið bara allt og langt síðan að ég var með það er komið langa tími svo. Það er bara einhvern 15 ára eða. Já, þetta var árlegt. Já, reyndar það Ég er ekki sko á 5 sko. Nei, ekki 5. Já, það er engin verri með ártöl og hvað er langt síðan og ég var ekkert að sagt þetta að vera fyrra og ég bara, ok, veistlega. Ég er búin að vera með Rakel í 8 ár, það hefur aldrei verið síðan, þetta er nú ekki henni að kenna samt. Hvað er þetta sé langt? Jú, þetta er svona 10. Já, sko, máli er að svona tímadæmi, ég næ ekki utan þetta sko, því að ég hitti félaginn í gær sem að mér leið eins og ég hef hitt hann bara fyrir svona 3 árum. Djöðlega hann sem ég séð maður, 3 ára, þú veist, ég sagði ekki 3 árin, ég hugsaði það, bara vá maður. Þá var hann alltaf búin að búa í Danmörku í 8 ár og hérna, hann ég var alveg ekki hitt hann í 8 ár sko. Og undan því örugglega einhver ár sko.
Þannig að En ég af var hverju að hittir hann ruggla ekki þetta á 3 árum, kannski við svona 12 ár. Já, Þú veist, þannig að það er ekki þetta Já, að díla við mig þegar það kemur á svona. Nei, við erum mögulega þessu það skiptir ekki öllum mál en þetta er drengir Það er þó að sé hérna Já, náttúrulega það er ekki endilega kannski rigning um all land Nei. Þó að sé hans blökt inn í höfuborgina þá er þetta er alvöru helgi Það má ekki gleyma því Nei. Þetta er einn stærsta helgi ásins Enski boltinn að byrja aftur Býtu, er þetta einn stærsta helgi ásins? Já Sko, málið er það, ágúst, það er alltaf að tala um að desember sé blautasti mánuðurinn. Það er bull, ágúst er blautari. Þú ert með gay pride, menninganótt, tónir heima. Næstu helgi Já, og svo þjóðhátíð. Já Þú veist, það er hver einasta helgi er eitthvað risadæmi. Það er líka verið að kveðja svolítið sumarið í ágúst því að ég meina ég sá það á trjánu núna og ég ætla ekki að vera eitthvað að bear bad news en það er aðeins farið að hausta sko Já Græni liturinn farin af og Já af einhverjum sko Þetta er náttúrulega sumar út allan heim út okt en hérna hvað við veitum bara svolítið eftir Vestló Því miður En þetta er samt enski boltinn byrjar í kvöld, það er Liverpool Bournemouth og þannig að þetta það er í raunin svona sem að hugga maður mest við þegar það fyrir að hausta allavega enski boltinn byrjar aftur og svo byrjar íslenski körfuboltinn við erum ennþá með íslenska fótboltan það er alveg spenna það það er rosalega að vera áfram með bestu og enska Það er veistla, þá komin í svo sunnudaginn áttu bara með þú veist með enska boltan og bestu allt í kombo sko. Já, og meiri það það er sæðilega veistla að dettin það sko. og er hamingjumóti í Víkinni Teddy og Matteo báður að fara að spila það er ekki að betta þá leikið samt en Akkur ei Ég hef bara bettað á hvort það myndi snerta boltan þá sko Það var helviti leðilegt að sjá Víkingana tapa hann í gær. Þetta grínast, hvað 4-0. gerðist maður? Manni fleiri, ég hef bara ekki séð svona hrun Þeir hefði bara þau að skora 1 mark og þá var þetta verið svolítið lokað sko. Já, þetta var, ég fengur náttúrulega markás, ég var að horfa á hann leik markás hérna rétt í lok fyrirháleiks og svo bara hrundið í seinna áleik maður því líka viðbjöð, Blikandis getur líka gerðu jafntefli útöðli, töfluðu heima álöfur að hæðir sko. Já, þeir reyndar ekkert á þeir eru áfram samt í sambandsdeildin en þreytt samt Mínir menn í afturhællingu eru Já, það er Gummi Ben að koma þetta heimsókn eftir að því enski boltina byrja hlakka til að ræða Já, það verður gaman að tala um það því að sko máli er að ég er alveg á því að við erum ekki að fara að falla sko. Nei, það má samt ekki gleyma því og ég mun Hann sagði að við myndum falla Ég mun rifja þetta upp við hann hérna Já. því að ég veit að hlustundur okkar geta pottet fundið þetta Já og listeners finna allt Já Þú varst daginn í FNÍ ég skrifaði þetta hérna Hlæjanda gumma Já, þú varst að segja, beitu, er þessi maður ekki fagmaður eitthvað, veit hann ekkert fótbolta því þá var afturhald ekki 5. sæti Já, sko, en núna við vorum í fallsæti Já, en málið er að við erum búin að vera í miðri deild og akkurat þegar þú bóka Gumma Ben til að koma þú beðist eftir að myndi koma þetta smá vondrönn þú beðist eftir heldur að spila ekkert inn í enski boltinu að byrja um helgina heldur að það sé ekki ástæðan að sé að koma tilvíðan sko. Þetta gæti, sko, en málið er að þetta er samt, við erum með Káa Ég meina hann er Káa Ringur sem er um jafnmörgsti og þínir menn sko hann Káir fellur ekki Þú getur hendur í pill og GPN og eftir sko En málega er, ég veit að Káir fall ekki Og þú mátt ekki halda að ég vilji afturhalding falli Alls ekki Nei, Ég vil ekki sjá spenningslið. Já, það eru mínir mennandi í Mosó Já, þetta er bara laumur svona í Mosó Já, þú veit það En þetta er bara mér sem fyndið að þú ert alltaf að tala um eins og hann hafði ekkert vita á þessu og bara hann væri fáuti fyrir að spá þessu svo bara lítur þetta þannig út núna Ég með þeir eru 2 stigum frá sko 7. sæti aftur Mála deildin Þetta er eins og ógeðslega skemmtilegt Ja, deildin er alltaf bara þannig, það er bara 7. sæti og fallsæti, þeir bara muna bara 2 stigum sko. Þannig á þetta að vera líka Og þeir eru með heimavöllin með alla mósa sem mæta alltaf mökkar alla leiki, það verður sterkt þarna Er ennþá góð mæting í Mosó? Það er störtlumæting Það er bara nánast hver einstu leikur ef alla með Það er algjör stemning heima Ég þarf eiginlega að taka leik með þér Já, það er mjög gaman Svo náttúrulega er nýr völlur sko, ég held nú að hann áttu að vera reddi bara í dag en það er nú ekki alveg að vera að gerast en Það hafa nú sama hjá K.R. Þeir þurft að býða helvítið lengi eftir að fá nýja völlin Já, nýr völlur er í vinslu þannig að þegar hann mætir þá er þetta ennþá betra þannig að það er allt í gangi maður Já, ég vil ekki sjá afturlendingar Svo er þetta reynda þannig að það er svo sem ekkert lið sem hann vill sjá falla Nei. Það er alltaf leðilegt sko Já. En svona er boltinn Ég hérna drengir verða að segja ykkur að ef þið ætla að ná einni hljómsveit áður hún hættir Þú ert ekki að fara að plata okkur á Oasis þá verðið að fara á Oasis og ég er að tala við hlustendur núna líka Þetta eru lang bestu tónleikar sem ég fara á Ég æfinu bara, þú veist Ég hef aldrei bara lent í En öðru þú ert að fílar Oasis, það er ekki að spila inn í líka Já, Þú- sko. Bara þið myndu dyrka þau væru þarna Liam Gallagher er bara bæja mæl svalasti maður sem er á lífi í dag Bara 100% Ef þú sko, já ég held þú allar að segja kannski þú veist ef Wu-Tang myndu hendi í tónleika hérna þú veist þá myndu maður mæta Það er ekki, þú þekkir ekki og þú ert ekki að syngja með öllum Wu-Tang sko. Jó, ég syng bara með Er þið alveg, langar ykkur ekki að fara að sjá Oasis? Það er bara ekki neitt
Ég Já, náttúrulega þú hlustaði ekki á Oasis. Þú ólst upp við Oasis. Þetta er alltaf, þú veist, Það er munur. þetta er króksaraband, sko. Nei, þetta er ekki króksaraband, þetta er ekki krítið en eitt þannig sko. Nei, Þetta er nei, alls nei. ekki króksaraband. Það eru Hjöppi, hann fór nú á það og sagði að þetta var með betri tónleikur sem hann hefur farið á æfisinni. Já. Þannig að hann er ekki króksari. En við höldum ekkert á Oasis. Nei. Þú veist, þetta er, fyrir mér er þetta bara, þetta er mjög hlutlust band, ég stið á. Ég mun fara aftur að sjá þá. Ef ég myndi lappa einhvers þar inn og þeir væri að spila, þá myndi ég potið stopp og fá mig bjór og við værum í Ertu gýr. eitthvað bilað? Ég er að segja það. Miðin á að kosta svona 100 áskall. Já, ég- Þú sétt bara að fara að lappa inn og kaffi krók og þeir eru að taka 2-3 lög. Veistu hvað, ég er ekki það mikill tónleikamæður. Mér finnst eiginlega ekkert gaman á tónleikum. Ég fer á tónleika, mér finnst miklu skemmtilega að fara á tónleika á svona litlum ívöndum. Þú veist, það vart á svona stadiums, Ég skil kilometra frá eitthvað staðar og þú veist, það er ekki alveg upplifinu sem June vill, sko. En eftir þessa tónleika þá breytist það á mér. Þetta var bara, þetta er galið sko. Já, og ég veit að fullt Þetta af er náðu fólki góður stemningu en það ekki. Ég er bara biluð og það er hann að ég veit að það eru margir að hlusta sem eru gefn heimsker og sér drengir en eru fram að mig, þannig að ef þið voru einhvað að spá í þetta og eigið sjens á því að fara á Oasis þá myndi ég gera það bara hyglust. Þetta er bara hú og húki með henni, fleiri króksarar. Já, hugið voru bara tveir sko. Ég er ekki álur að gýra. Jú. Já, það er betra samt, þú veist, ég fara bara að hugsa þetta svona að segja, sko. Ef þeir væri að spila í Gamla bíó eða eitthvað, þá væri maður til, sko. Það er málið, þeir gætu það ekki. Ég veit ekki það ekki. Þeir eru ekki bara að spila í Gamla bíó. Ég veit það, þeir gætu það ekki. Þeir eru of margir tónleikar. Þeir voru margir tónleika, þeir myndi fylla hérna Laugardalsvöll sko. Já. Bara léttilega sko. Já. Þannig að þetta er líka bara stærsta bandi í heim í dag. Þeir voru við vorum sem sagt fórum á tónleikunni í Edinborgh. Þeir sko þá komið 3 billion pounds inn í Edinborgh á 5 dögum sem voru þarna. Það var líka allstaðar sem lappaðir og bara 30 steg hitti. Allir í Oasis-ból eða með svona hatt eða eitthvað og allir að búist þetta var bara eins og að vera á þjóð. En pæli í því að geta haft þetta bara, þú veist, whenever, bara call the band, heyrðu, og hendi túr og ná allir í 1 milljón mann eða hvað sem þetta er. Þeir eru að taka, bræðurnir að taka 500 miljón pund á haus. Það er ágætis upphæð fyrir þennan túr. Það er svona símtal, þetta er svona eins og ég myndi ringja bara í ykkur og segja, heyrðu guys, ég var að fara og taka Evrópu bara, túra einu sinni og þú er bara safe for life. Þeir eru oft svona lög eins og Oasis. Já sko, ef þú getur tekið bandi saman, það er málið, það er ekkert öll. Það þarf að vera með bræðunar, Noel og Liam. Já, ég meina, segjum á, þú veist, það er alveg hljómsveitir sem hafa reyndið þetta, hvað var það ekki One Direction sem reyndið þetta án Harry Styles eða eitthvað? Nei, þeir NSYNC reyndið þetta án Justin Timberlake. Já, það gekk ekki alveg sko. Það er Gamla bíó sko. Það er Gamla bíó sko. Það er bara staðaskáli sko. Þú ætlar að reyna að fylla. Nei, reyndar Justin að fara að taka túr með þeim núna. Enda, veist, er það ekki rosalegt. Það er ekkert ástæðalösa. Því að sko Justin Timberlake, hann er búin að fá þvílíkan skítur í tónleikaferðilega sitt, kom að það með ég ætla ekki að segja afsökun, en hann með Lyme disease sem að virðist vera bara your go-to thing ef það er ekki alltaf að ganga upp á tónleikaferðileginu, en saman Justin Bieber hendi þegar hann verður að cancela sínu. Þægilegt að hendi í þetta. Það er verið að rannsaka. Já, varst bara í frisbeególu og spytin að mítli. Já, en allavega, hann er búin að fá svo mikið baklas á sína tónleika að núna er hann til í að fara með þeim. Veist hvað ég meina? Það er svona, ok, ég er ekki alveg hérna á toppnu lengur, márið til að taka einn túr með þetta. Hvað er hann eiginlega í dag? Þú veist, ég meina Justin, hann bara þú setur hann ekki. Nei, ég er að segja, ég er ekki hvað er hann locateaður. Ég er að segja bara hvað stendur hann? Hvað setur hann? Hann er náttúrulega Er hann komin í bjölið? Nei, hann er náttúrulega risa popstjarnan, verður það alltaf. Og ég raunni, ég menna á fullt af öllum tónleikunum hann, sko. Ég sá eitthvað vídeo frá tónleikunum hans og hann lúkkaði nú bara mjög illa. Já, hann lúkkaði illa því að hann var með Lyme disease. Já, hann söng ekkert. Nei, hann söng ekki neitt. Hann bara lagði alltaf mækinn frá sér og þetta var orðið svona væral dæmi á TikTok. Það voru menn bara að vasku upp, byrjuði á laginu hans, lögðu frá sér mækinn og það var bara að vera að spila af tónleikum hans og svo bara, hann gætt vaskað allt upp, þurrkað og Justin var ekki enn byrjað að syngja á tónleikum. Það er bara ótrúlegt einmitt. Og líka bara, það var engin orka, þú veist, í þessu, skilju, og bara á tónleika, skilju, og vilt fá bara og vilt að sjá alla rauði framann og sveita og það er allir að gefa í, sko. Bara sjá hann bera hann ofan, bara að ruggla hann. Já, það verður að vera hann, það getur ekkert mætt hálfur í þetta. Já, en það var ekki ástæðan fyrir mista síðast þætti, það var Köðs 45 ára í Prag, það var alveg veisla. Já, var það ekki líka þurfum ekki að fá skýrslu? Var landið það? Já, það var ekki landi 100% fluttur með það í afmæli, vildi með því afmælisveislan, sko. Já, þá
er hann búin að uppgreita þetta því að sko hann tók reikningin á Michelin-stað fyrir gesti. Nú var þetta ekki tékkneskur landi sem var búið að lauma þar inn? Nei, allavega ég var það þunnur á sunnudeginum. Hann er kannski náða að setja eitthvað landi með þarna á laugardeginum. Og Prag með allt upp á 10, það ekki? Prag er eiginlega bróðinu uppáhaldsborgin mín. Já, hún er upp þér maður. Það er svolítið. Já, bara Prag er miklu skemmtilega en Köben og allar þessar borgir. Já, sko, Hún er ódýr, það er sturlaði matur. Hún er svona hljóðlát og hrein einhvern veginn og bara, ég dyrka Prag. Ég hef sagt þetta á þau sko. Já. Þannig að, ef að, herru, Oasis í Prag, ef það gerist einhvern mann, I'm going. Já, ég fara aftur. Ég mun fara aftur Oasis. Ég meina, en eru ekki bara að taka eitt túr og svo bara búið? Svo gera þetta aftur kannski eftir 6 ára eða? Næ, það er svona að meðan það er ennþá, veist, allir feskir, þá getur þeir haldið áfram. Það er nú einhver að tala en þeir getur komið til Íslands á næsta ári, sko. Allavega á einhverju síður sem er nú reyndir eitthvað fake síðan. En annars erum við með alveg þáttandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, við erum með Hvor er nær, drengir? Það er nýjasti liður F9 blöð. Ég hendi í það í dag eins og við sögðum áðan, alltaf Gummi Ben að koma einn og fara aðeins yfir enska boltan sem byrjaði í kvöld Og bestu, já, við getum verið að spyrja hann aðeins út í hana líka. Spurði keppi Gilsarans, hvað erum við þar? Já, nú er fólk að detta í The Routine eftir sögumar óreglu og svona The King of Routine. King of Routine, tveir vanafasti menn Já, hann að, ég veit ekki alveg hvað tekur þetta, ég raun ekki. Ég ætti að vera líklegur. ég meina, þú ert miklu meiri rútínu. Já, meiri rútínu kalla en Stoney, sko. Og vel vanafastur, sko. Þetta halda það að þú sett favorite. Já, þú ætlar að henda í How do you do fellow kids, Sko, ég er með fellow kids, og svo er ég hérna, ég er með alls konar hérna líka, ég er með kortmyndur frekar og ég er með fullt af dóttir svona á kantinu, við bara sjáum til, ég fæ nú ekkert ofta að fara í mína liði. Nei, það kemur ljós. Það er svona, kemur ljós. Svo erum við líka að, já, við þurfum að koma inn á það, drengir, að í Keiluhöllinni þessa helgina, það er engin smá tilboð í gangi. Okkar besta fólk ætlar að bjóða, það er allir bjórar á krana á 500. Það er bara einn rauður. Það er rosalegt. Það er ekkert eðlilega ódýrt. Já, yfir öllum leikjónum bara föslausun, 500 kall bjórin á krana. Það er gjöfin ekki gjald. Getur verið komin að það, sko, C.Joe getur verið með ódýrasta bjórin í Evrópu. Í kvöld? Já, sveimir. Já, bara alla helgina. Þú verð ekki bjór á 500 bara á Tenerife. Ég menn þú fær kannski á 4,50 eurur eða eitthvað, þú veist, sem er 640 kallað eitthvað. Reyndar er pabbi minn, sko, hann er mjög naskur að finna einhverja staði. Pabbi þannig, hann vil frekar taka leigubíl á stað þar sem bjórinu á 2 eurur heldur hann að labba bara hann á hliðinu og taka hann á 4,5, sko. Pabbi minn er líka þannig. Gæti kannski fundið bara á spáni sem er með 2-3 eurur. Já, alveg hægt úrglega, sko, en 500 kall hérna bara í Keiluhöllinni er galið. Það er galið verið, sko. Einhvað sem segir mér að verið stappað í kvöld og hvað þá líka á sunnudaginn, það er Manchester United Arsenal. Það er alveg leikur hjá okkar mönnum í fyrstu umferð. Hvernig leggst hann í þig svona? Ég er svona alltaf stressaður. Manchester United voru að fá Grimsby. Voru að fá? Já, svona að það er að mæta. Já, herru, bara Jassi er að fara að spila á móti United. Hvenær er sá leikur? Ég veit ekki alveg hvernig sá leikur er. Ég held að hann sé bara brálega. En hérna, ég var að tala við Svanni gær því ég er náttúrulega hugsaði bara, herru, we are going alltaf. En ég held að Jassi verði ekki byrjaðar að spila. Hann er að koma úr meiðslum, sko. Já, hann getur alltaf að græja sér eitthvað, eða ekki? Já, það er ekki að græja mið á þetta. En kannski svona að fara alla leið og ef hann er ekki að spila sjálfur, veit það ekki. Já, Jassi, þú ert að hlusta, við mætum. Það er bara þannig. Þú dregur okkur inn í klefa. En, sko, ég mista síðasta þætti, en ég náðu ekki að þakka fyrir okkur á þjóðatíð. Hann var alvöru veisla. Djöfull var það gaman og við ekki bara að byrja þetta og ég vildi bara segja. Já, það ekki. Og ég bara segja takk fyrir enski bolti að byrja. Fáum við inn. Takk. Topp tónlistarstöðin FM 957. Haldið þeirra að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Það er fullu bátur og 3 í gír. Er ekki gír í okkur? Jó. Hvernig Richie tók þáttum með ykkur í síðustu viku? Var hann ekki bara feskur? Jó, það var í alvöru gír. Ég var að fatta, við höfum ekkert hist hérna bara síðan á þjóðatíð. Nei, það er bara hárri rétt hér. Það er svaka. Gaman að sjá okkur. Því að það er sko 15. ágúst. Það líður nú ekki oft svona margir dagar við félagarnir. Þú tókst á því blöðkasti líka? Já, hraðfréttamenn mættu. Það var skemmtilegt og bara sátum og röfluætlum. Ég haf búin að undirbúa rosa. Ég haf búin að undirbúa 3-4 liði og ætlaði að vera alveg svaka pró. Svo enduði bara á því að röflu klukt. Já, þeir kunna að röfla, sko. Já, það er svolítið þannig. Og Rikki vann King of Being Strong og það var sterkast maður Íslands og tengdi það og Rikki sterkari þú. Eðlilega reykti Hafþór Július svo þá keppni. Ég er ekki sterkasti maður í heimi. Þetta er heimsmet í þessari keppni. Sýndist mér, ég las það eftir.
Já, hann er bara að bæta heimsmynda hverjum degi Hann er í standi Já, hvað lifta hann halvu tonni um daginn? 505 kíló Hann er að fara að reyna aftur við það í september Kannski að fara í Hann 5 ætlar að bæta 5 metið sitt Já, Hann var ekki bæta ennþá meira Hann talaði hann hafi ekki verið glaður með sko, þetta var, liftan var tekin í rauninu meðan nótt eða svo mjög seint sko en samt náðan Það náði sko, en hann ætlaði að gera þetta svona á sínum sko vana Já, en hvað hvor ykkar ætli sé sterkari, þú eða Rikki? Ég veit það ekki Sko Rikki fann að kötta sig rosalega niður alltaf, sko, frá því hann var hérna að bekkja 110 og þetta Já, hann er hann tölvöld grennir Steindi náttúrulega góður í sjómann, góður í gólfinu Rikki öðru, svona, þetta er Ég er að hugsa að það færi sterkast maður Íslands Hvor þeirra myndi vinna fleiri þrautir? Ég veit, sko Steindi alltaf aldrei lift lóðum sko, Nei, Rikki myndi örugglega hafa það. Hann kann ekki að beita sér í þessum greinum sko, Já, hann það gerir er bara eitthvað, brjósklós líka sko Já, Hann er þú góður- tvöfalt. hann er góður- Ég myndi Þetta var ekki- MMA og strongman keppni sko, þá var þetta mjög jafn sko. Ég ætla að hrósa Rikka, hann lítur rosalega vel út Já. Ég sá hann mitt bara á þjóðtíð og hann er orðin sko Hann er bara tágrannudrykun hann er bara tágrannur bara hálf brá sko hann er orðin tágrannur bara þinn en blað Já, bara ég hef grannur og tá Já. Herðu, ég er Ætli þetta komið það? Tágrann? Nei, hlýtur að Er það vera ekki? svona. Sko, tær er ekki það grannar Nei, það eru eiginlega bara svona litlar og feitar Akkur kemur tágrann Við erum bara að gera úr getina Já, en já Nei, herðu, við ætlum að fara í slúður drengir. Já. Og ég er með ágætis pakkandi ykkur Ég ætla að byrja á Kylie Jenner Hún er í Kardashian fjölskyldinni og pappan Steinda þekkir vel til þar Já. Hún er búin að vera að deyta núna síðustu, ég held að vera 2 ár eða eitthvað, 1,5 ár er hún búin að vera með honum Timothy Chalamet sem er sennilega bara heitasti leikari Hollywood í dag Hann leik Spiderman ekki? Nei, hann leik Bob Dylan Já, Bob Dylan. búin að leika í Dune og öllu saman Ég ruggla þeim stundu saman honum og nýja Spiderman Já, hérna sem er með henni Zendaya, hérna Tom Holland Já. En samt ekkert líkir Jú, kannski eitt svo líkir En hún var 28 ára á dögunum og haldið upp ammál sitt núna bara á mánudaginn og hún kom á óvart að hún setti inn svona mynd eins og fólk gerir frá ammali á Instagram og hann óskaði henni ekki til hamingju og kom engin kveðja frá honum á myndina og hann var ekki í ammalinu þannig að en sko móður hennar og systir sendi ammaliskveðju Sko en hann sendi engin skilaboð og nú er fólk að hugsa að því að hann setti bara hann var samt að posta á Instagram þennan dag hann setti Dream Big og mynd af Ali Ég meina að hann hafi ekki farið inn á Facebook og skrifað til hamingju með dagi Instagram. Já, hvað sem þetta var Hann hefur náttúrulega bara hringt í hann skilur Hæðast minn til hamingju, ég er ekki stær í tökum, ég kemst ekki í kvöld og allt í ruggli á mér en bara En fyrst hann er að postinu á Instagram og hafði drefið hann að henda hvað ef að Sigrún postar að þú var eitthvað stær ellendis í draumnum og konaði nætti ammali og myndi posta myndastir á veislunum myndir ekki senda hjarta eða eitthvað Já, maður myndi alltaf læka myndina en ég er ekki vissum að maður myndi kommenta mikið, ég myndi náttúrulega vera búin að heyri margótt daginn Myndir ekki kommenta neitt á myndina? Bara flott eða sætust eða eitthvað svona Ég er ekki vissum þannig Það er ekki að útiloka en ég væri örgulega bara búin að heyra í henni í símanum Já, þannig að þú þyrfti þá ekkert að setja eitthvað undir myndina Nei, við myndi bara ekki Ég hef setið við hliðin á þér þar sem að þú ert að posta mynd ég er að spjalla við, ég seti samt like á myndina Já, ég er að segja alltaf að like myndina Já, hann gerði það ekki aldrei Og ef maður, þú veist, alltaf að kommenta líka Ég er ekki að dæma það Ég er bara að segja að það er galið að fara að vera búið til mál úr því hann hafi ekki kommentað undir myndina En þau hafi ekki sett Við erum bara nýbúin að taka síntal Hvað stendur þú í þessu? Nú ert þú svona okkar samfélagsmiðla sérfræðingur Ég veist þetta undir ekkert skrítið hann hafi ekki kommentað En læka Já, alltaf að læka Já, kannski lækar hann setna Ef hann er ekki í ammálinu og þau eru par þá er hann einhverstaðar að vinna í öðru landi eða fylki En núna mér finnst þetta reyndi alltaf að fyndi aðdándur hafa áhyggjur Hvað aðdándur? Þeir eru eitthvað ofugsa þetta aðdándur sko Hvað ert í lífinu þú eru áhyggjur að þessu? Ég veit að hafa áhrif á dagiðin að Timothy Chalamet og Kylie Jenner getur verið að hætta saman þá þarf það að fara bara Þá er eitthvað aðeins Það er hann ekki, það er bara hann
þú veist, það er þannig. Það er rosalegt, sko. Það er svakalegt og pælir í. Já, bara var að gera eitthvað, af hverju svona þungrauti. Tók eftir að Timothy Chalamet, hann er ekki enn búin að læka það myndina hjá hann í Jenner, maður. Þetta er eitthvað djúðisveisen. Já, þetta er bara eitthvað aðeins á áhrif á daginn. Bara búið að þungt yfir það. Ég bara get ekki hægt að hugsa neitt annað. En sko, átáttur af áhyggjur, af því að þau hafa ekki sést saman í mánuð. Sáu síðast saman opinberlega í Saint-Tropez í júli. Það er bara ágúst núna. En þetta ekki, þú veist, það hefur samt engin alveg mannski ágjur af þessu. Þetta er náttúrulega bara hvernig þessi blaðamaður skrifar þetta. En svo stendur hérna líka þetta gæti hins vegar skýst af tökum á Dune Messiah. En nú er það gæti verið. Hann sé bara í tökum á okkur risamynd og sem tekur kannski 3-4 mánuði. Hann geta ekki bara sippa sér einhvers þaðan. Þetta er bara galið. En ég hef engar áhyggjur af þessu, en þetta er allavega alveg slúðumúli. En ég skil alveg vel þegar fólk sem þú skilur heldur mikið upp á það kveður, þá ertu leiður, skilur, þú jöfullin var þessi manneski að fara maður, elskar hann. Það er allt annað. Já. Þú veist, þá bara þú getur alveg haft áhyggjur einhverju veikur sem ég bara, segjum að Bill Murray myndi kveðja í dag. Já. Þá væri maður alveg bara, djöfull, þú veist, þá horfa á myndmálum í kvöld eða eitthvað, skilur, en þú ert ekkert að pæli í einhver mætir ekki ammali hjá okkur. Nei, hvað þá sé ekki að læka mynd? Nei, það gengur ekki. Það gengur ekki, segir Steindi, og ég er sammálunum. Það er aldrei þessu vant. Hérna eru fréttir fyrir þig, Egill. Okay. Það er nýr Rambo fundin. Eina er að þetta er samt skrítið val, sko, því að það er hinn 29 ára gamli leikari Noah Centineo. Centineo. Þetta er óþekktur leikari kannan. Já, og það er eina vitið. Og þú veist, hvernig allar, þú getur ekkert hent bara allt í einu Tom Cruise í Rambo-hlutverk, skilur. Nei, en þú hefði ekki að fundið eitthvað sem er, veist, up and coming, eitthvað svona svo alveg, veist, þetta er fullt af svölun leikunum sem það getur tekið þetta. Já. Það er ekkert verið leiðilegt að sjá, hvað ég var að segja, bara margir leikara sem ég alveg vilja sjá taka Rambo. Þannig að með eitthvað óþekktan gæja kannski sem er að fá álur tæki fyrir hana. Já, þetta næsta mynd ber heiti bara John Rambo og á að gerast fyrir atbyrði fyrstu myndarinnar First Blood sem kom út árið 1982, djöfull langt sem kom út. Þegar hann var í námunni bara. Hvernig byrjaði hann ekki það? Ok, þetta er interesting. Já, sérðu standið á Sylvester Stallone hérna í Rambo? Já, var þetta bara... er Steindi, þú getur aldrei komið í svona stand. Jú, ég get það. Nei, jú, ég það gæti enginn held ég. Hann náði að skafa sér niður, sko, hann var svo ekstrím í því, sko, ég held að geti bara Steindi því miður, sko. Nei, þú getur það. Ég get ekki heldur, þetta er ekki bara þú. Nei, ég er að segja, ég gæti núna að fara og teki bara testa og anadról og deka og allt sem þetta heitir, Egill, þú þarf að fylla þetta upp. Það er samt ekki svona. Ég myndi taka þetta allt. Þá er samt að æfa. Já. Þetta er eins og þú tókst hennan próteinsegðin og æfðir ekki og þyngdist 20 kíló. Það var American Weight Gainer og ég þyngdist heldur 12 en sko það var þannig að það þú ætti að dæla öllum sem styrum við þá verður þú samt að æfa. Já, þú verður örugglega að gera það en þarftu örugglega ekki að æfa eins og þú veist, þú getur, sko, Egill, getur ekki æft bara tvisvar í viku að þú ert að nota svona mikið að hann náði samt þannig skurðið, sko, bara einhver samtök, bara bodybuilders í gáðunum velum, bara fyrir þetta, bara hérna, það er impressive skurður að hérna, þetta er velum fyrir því náttúrulega. Ok, þá gæti ég þetta ekki. Það er alveg, þetta er ekki eðlilegt. Nei, en ég gæti gert með massaðan. Já. Með svona frekar þægilegu. Ég held að þú verður samt alltaf meira svona dyravarðamassaður, ekki svona lín eins og hann. Nei. Þetta er alveg skurður þarna, sko. Já. Þú verður svona, já. Þú verður eins og bouncer. Tekið þetta tilbaka. Já, en ég ætlaði bara að spyrja þig sem harðasti Stallone aðdáandi landsins, Egill. Hvernig líst þér á þessa fréttir? Þessu komin ég heldur að fara á hana? Já, 100%. Já. Ég þekki hérna meistar ekki. Nei. Noah Centineo, en hérna vonandi er þetta bara einhver king, ég menna. Hefði þurft nýjan? Hlýtur að þeir hafa ekki ráðið hennan meistara nema kynnt sér eitthvað. Hlýtur að vera með. Af hverju slæði ekki bara taka? Það gerist fyrir fyrstu myndina og hann er 82 ára. Það er náttúrulega ákvörðun, en ég minna, af hverju má hann ekki vera 82 ára og er bara í, þú veist, þetta er svolítið gefins mynd, hann er náttúrulega eðlilega upp í sveit með dóttir sinni sem er kannski úlingur og konan hans er væntanlega dáin og hann er sóttur og það. Það var síðast hann, sko. Það var svolítið, þú veist, það var bara... Allar myndir eru þannig með gömlum hetjum. En þú veist... Síkal og þessum. Já, þú veist, það er allir einhvern veginn... Kemur out of retirement. Já, ekkill, svo svona finnir aðeins til með honum, sko. Ég var til í aðra þannig, sko. Ég myndi ógeðslega skemmtilega sögutráð þegar svona they're retired og... Ég reyndar bara þegar Steindi, þetta er ekki það heimsk hugmyndi á Steinda að hefði ekki bara ný Rambo-mynd með Sylvester Stallone fengið alvöru
bara box office. Þetta hefði getað verið síðasta bara Valdinas eða eitthvað svona Ég held að það er náttúrulega hættur að taka Rocky. Hann var eitthvað orðin bara svona eitthvað þjálfari þá líka á pabbi. En hann geti alveg verið Rambo 82 fjandinn hafið það. Já, Rambo er bara, þú veist, hann getur verið Rambo 100 ára sko. Þú veist, þá er hann bara að keppa samt við kannski svona 50 gæja sko, sem eru bara líka heila retired sko. Rambo er ekki Rocky sko, hann er ekki í bóksinu hann sko, hann er bara hermaður sko. Hann getur alveg verið hermaður 82 sko. Það er bara snæperinn eða eitthvað. Við verðum að gefa bara Sly og Schwarzenegger og Bruce Willis, they don't make them like they used to sko. Reyndar hann er svolítið að halda upp að heyru okkar Jason Statham sko. Samt fyrir svona hasamynda hitjur. Hann er skemmtilegur en hann nær samt ekki sko. En það vantar svolítið þetta bara, veist, Stallone på sitt besta. Þú horfður á Beekeeper versus bara Commandos. Ég er reynd að tók Beekeeper og mér finnst það bara drullu góð. Já, ég er ekki að gera lítið endur úr henni. Við erum ekki með svona þessar rísa stórstjörnur einhvern veginn. Ekki svona margar. Nei, það er sko. Reynda talandi að gera nýja Rambo, þá náttúrulega henta nýja Expendables 2 þannig, það var svona. Herðu, svo ætli enda slúðupakkan á Cristiano Ronaldo, hann er trúlofaður og já, hann og Georgina Rodríguez, kærasta hans til margra ára, eru trúlofuð og trúlofunarhringurinn sem er diamantsringur og er af dýrari gerðinni, kostaði ekki nefn eitthvað 600 milljónir. Já, það er eitthvað dýr ringur. Já, það er eitthvað svona sem að við erum ekki að fara hendi við trúlofum okkur. Þarf hann að kosta svona mikið? Ég veit þú ert Ronaldo og svona en þú veist, ertu ekki bara að eyða í eitthvað? Þetta er að dýrasti ringur. Nei, það er náttúrulega pottitt eitthvað 600 miljónir. Já, það er ógeðslega mikil pening. Þetta er bara, þú veist, Þetta kefti bara eigi. Er þetta dollarar eða? Nei, íslenskar. Já, þú veist. Og tínir þessum hring. Ég meina, þetta er hvað er dýrt úr, það er ekki breykið þetta sko. Nei. Þú var eitthvað þorun að vera með hennan hringa. Líka bara sér hvernig stór. Hann sést bara, ég myndi sjá hann og stæði þinn út á götu. Það myndi ekki að vera með þennan hring. Þetta er svona nóg. Þetta er bara eitt stærsti hringur sem ég séð. En við óskum þeim til hamingju. Það er alltaf búið 10 þar og já, þetta var svona síðasti mólin í þessum bara annars fína skrúðpakka. Ef þú þarft að kaupa hring á 600 milljónir þá held ég að sé nú ekkert allt í fínu það sko. Byrja þetta eru vikulaunin. Hvað eru vikulaunin með þér? Hann finnur ekki fyrir þessu sko. Þetta er dýrt samt, dýr Já, herru, hérna eitt til að klára aksjóndæmið. Það vantar íslenska aksjónhetju. Þú veist skilur við? Það er bara ekki til budget til að gera íslenskar hasamyndir á 2-3 ára fresti, það er nokkuð ljóst. Já. Það er barist hverja krónu þarna í kvikmyndasjóð, það ættum við nú að þekja. Já, við fáum nú ekki oft þar. Nei, en vonandi kemur leynalögg var aksjónmynd. Það er að segja það. Við erum að skrifa nummer 2. Já, ég er að segja það, þú veist að því að með það í hug sko, að þú veist að væri gaman að vera að dæla út aksjónmyndum sko. Ég myndi dýrka. Þetta var slúðupakki dagsins og við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu sér. Þetta er FM FM 957. Ég elsku vinir, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við ætlum að fara blöð í svona nýjasta liðin hvori nær. Já, það er einn nýjasti liður FM 95 blöð. Hvað hérna, ég tók þetta því að pappin, hann er ekki að hendi brandaralegur, er hann komin í básakallina? Nei, ekki þannig, ég er bara eiginlega glemt, ég er svolítið bara verið að gleyma mér, Nei, ég get bara sendt á hann, kannski er ekki bara comeback í næstu viku. Ég er bara búin að fá smá bríðir og bara skrifa nýtt efni, það tekur alltaf tíma. Svo verðum við líka með klefa í næstu viku. Það er löngu komið tíma á það og við Steindi lofum alvöru klefa hér næsta föstudag, það er nokkuð ljóst, en við ætlum að fara í lið sem heitir Hvori nær. Hann er nú ekki flókin, ég spyr strákana reyndar svona rúmlega, ég er með svona 2 aukaspurningar inn í þessu núna og þeir eru að giska á tölu og sá sem er nær fær stíð. Ég ætla að henda hérna upp stigatöflu og byrju, vilja hafa þetta þannig að þið sendið mér með SMS eða? Nei, hérna með Messenger. Það er ekki? Já, það er svo leiðilegt ef þetta er hérna, veist, eitt segir bara að minna eða einum yfir eða eitthvað, veist, ég fá alveg tölu frá okkur. Já. Og ég ætla að byrja á Laos. Það er land og út í heimi og það er að fá 2 stig, 1 stig eða 0 stig hér. Þannig að þið skrifir KFK og KK. Hver er meðalhæð karlmanna í Laos og hver er meðalhæð kvenmanna í Laos? Ok, ég ætla að senda hérna á þig. Ég átti þetta í Laos. Ég get svona, það er ekkert ástæðlausu í tók Laos. Nei. Það er
Ég skal gefa ykkur smá vísbendingu og hlustendum að þau eru að giska að þetta er ekki hávaxnasta þjóð í heim. Nei Og svona grunaði það var ekki það væri frekar þarna en Já, þetta eru þau og Madagaskar og fleiri þjóður þarna. Philip segir, ekki langt frá þeim. Núna að Ég er búin að senda svör. ok, Já, ég komið á blöðan núna Sjá Steindi byrjar á að segja að meðalhæð karlmanna í Laos sé 1,64 og meðalhæð kvenmanna sé 1,50. Það er bara Danny DeVito Nei, Danny DeVito Já, sko, já, en ég held að var ekki Danny DeVito náðan 1,50 Já, Og Egill segir karlmenn 1,70, kvenmenn 1,67. Herru, Steindi rústa þessum. Ha? Því að meðalhæð karlmanna í Laos er 1,60 Það er og rosalega meðalhæð kvenmanna í Laos er 1,51. Þannig að þú varst nú bara ekki svo langt frá þessu. Herðu Það minna 4 centimetrum á karlmennum og 1 í Eru kvenmennum. þau tiny Ekkert smá, ég bara fór að hugsa, var ég bara körfuboltamaður? Þegar ég myndi búið í Laos. Já, ég Það voru meina- bara tróðið yfir alltaf kólvitlega Nei, náttúrulega karfan ég há, en ég var ekkert að tróða, en Nei. ég var örugglega bara sendir. Ég meina, akkur Bara feed me under the board. En gætu við ekki reynda að búa til körpaltalegana? Hvað mennar við? Ef þú veist ég er að segja, gætu við skráða okkur í deild? Hérna við erum að geta eitthvað í körfu samt, sko. Við erum svo miklu hærri en allir. Möxi Bóks var í NBA, sko. Já, ég veit það. Náði hann 1,70, ég er ekki eins og við. Jú, Yeah. hann Bókusinn, hann var lítill, sko. Já. En ég er að segja, ef við værum allir, þú veist, ef við myndum mæta með okkar lið, þá værum við held ég þannig hærri að við getum bara verið að kasta boltanum fyrir ofan þá, sko. Já, Getum pakkað þessar til saman. Já, allavega. Ég á 20 cm tæpa og meðalhæð í er Laos. rosalegt. Já. Það Já, Steindi komin yfir Það eru Steindi var stig og hann fæði með þess að 2 stig, hann var yfir á báðum stöðum. Já, shit Herru, þá er það næsta. Hún Annie Hawkins Turner, Steindi, veistu hvað það er? Nei, Aldrei hitt þetta nafn? nei. Ok, það var meiri líkur að þú er heyrta. Já, ok. Hún er með stærstu natural brjóst í heimi og frá upphafi þá erum við að tala um það er ekki búið að setja silikon. Ok. Og þannig að veist, þetta er ekki bara eitthvað svona já, veist, hérna eins og að við séum bara eitthvað myndum og eitthvað svona bara með varur og eitthvað svona, en þetta er natural. Já. Natural brjóst. Við skiljum þig. Já, og ég spyr að því að svo erfitt að taka sæst þarna, þannig ég fór í þyngd. Nú ætla ég að spyrja ykkur, hvað haldið þið að brjóstin á henni Annie Hawkins Turner séu saman þung? Hvað er heildarþyngdin á brjóstum? þessum tveim saman? Það er búið að vikta þetta segast allt saman og Já, annars væri ég ekki að fellum þetta væntanlega. Skrítið, ég var að giska á þetta bara með að horfa á myndina. Ok, þetta eru stærstu brjóst í heimi. Já. Þannig að Þetta er bara Og þetta er ekkert eitthvað gamalt, þetta var hún Ég er búin að giska bækurna Þetta 2013. er bara eitthvað gisk sko. Þetta er erfitt, þetta er krænandi sko. ég er búin að henda á þig blöð líka. Þetta er Herru. örugglega- Ég er örgulega way off Steindi segir að það séu 14 kíló Já, ok framan á henni. Egill segir að það séu 24 kíló. Egill fær stig þarna því að það eru 41 kíló framan á henni. Ég kom 41 líka á. kíló. Hvernig bara Það Vá, lítur hún að er vera- örugglega með rosalega gott bak. Já, bara hún er örugglega með brjósklós eins og þú. En hérna Hún er bara með 15 og úlingar það framan á sinni stig. Já, já. Nei, 15 og nú 70 kíló. Já, en það hefur líka alveg verið sko þegar sko konur eru með svona rosalega stór brjóst, það hafa líka verið að láta minka á sig brjóstin, Já, skilur. út af bakveiki. Já, já, en Punky bara- Brewster hérna, gamla. Já. Sem var, sáðu þá þetta einhvern mann? Punky Brewster? Nei. Hún var eitthvað En- svona úlingastjarna. En ef þú ættir the world record þá verður kannski ekki að því. Ég meina, það er búið að skrá. Það er búið að skrá. Já, en það er 2-1, Egill fær stig í þarna. Það er líka hægt að fá 2 stig í næstu, þannig að Egill, þú ert Ég get tekið þetta nú stendur þá in the game, þetta var mikilvægt fyrir þig. Og þetta er eitthvað sem að nei, ég hef reynda bara að fjalla um tungun og eitthvað, ok, steipireyður er bara, það er stærsta dýr veraldar. Nú spyr ég ykkur, drengir, hversu þungur er hann? Hversu þungur er steipireyður? Já, þetta er sko það er komin í einhver tonn sko. Ég segi ekki neitt. Já, þetta er ekki alveg með þetta 100% en Steindi var mjög nálægt Myndi að giska. Laos, annars voru þið sko, þau voru mjög langt frá hérna á brjóstunum. Já, ég var að henda á því svari hjá á Já, Steindi. ég líka bara, Ok, Egill segir 30 tonn, Steindi segir 35 tonn. hörðu, Helviti tjúður, þetta nálægt maður. Já, Steindi er nær því að hann er 200 tonn.
Það er rosalegt. Það mun ekki nema 165 tonnum. Way off. Shit, 200 tonn. Það er lítið þungt í honum. Bara einn hestur, hann er bara svona 300 kíló. Ég sko tungan á honum er sko hérna held ég þyngri en fíll. Ég held að segja eitthvað þannig sko. Shit. Já. Það eru Steindi til hamingju. Já, Steindi er búinn að vinna þetta. Búinn að taka þetta. En þú getur klóraði bakkan eða því ég fór að hugsa bara ok, ef hann er svona ógeðslega þungur, bara eitt steipur eru 200 tonn, hvað er þá 747 þota sem er stærsta hérna þoti heimi? Þetta er án fólks og ekkert bensín eða neitt komið á hana sem er rosalegt. Ég spyr hvað haldið hún sé þung? Stærsta svona, hvað segir maður, commercial airline í heimi. Já, ég er búinn að henda á þig. Ok. Já, ég ætla ekki að segja fyrir að hann sendir. Nei. Þetta er helvíti erfitt sko. Ok. Steindi Þetta er sagði bara sama á angist út í loftið. Steindi sagði 70 tonn, Egill sagði 15 tonn. Þeir voru helviti langt frá því. Hún er ekki nema 442 tonn. Hvað eru þið? Er ég með einhverju smábandum í stúdíu? Nei, ég er að segja 70 tonn. Það er bara... Ég hugsaði bara, hörðu, ok, hvað er bíll cirka? Þetta er aðeins stærra. Aðeins stærra? Og svo þarf þetta að geta farið upp í lofti. Þetta má ekki vera þó að það þungt. Hvernig getur þú komið 400 tonnum bara í loft? Svo eftir að setja fólk og bensín. Já, nú skil ég ekki hvernig þetta fer í lofti sko. Ég bara nægis ekki. Ég skil að þetta væri 15 og 16 sko. Já, þetta eru 442 tonn. Þetta er sko liðurinn, hvori nær er svona pínu eins og Sturla Starrandinn, fólk lærir hérna. Já, þetta er learning. Já, Steindi tók þetta 4-1 en þau eruðu ykkur eiginlega báðið til skammar. Það var að viðkynna Steindi. Ég sé að Gummi Ben er mættur hérna fyrir utan, við ætlum að fá hann hingað í spjall, fáum eitthvað, já, gott lag á undan. Topp tónlistarstöðin FM 957. Ég kemur stundu fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum komni með rándýran gest hingað í stúdíóið. The wacky commentator, Gummy Gum Gum, Gumball Machine, Gummy Bear. Þú byrjaði líka í Gum Gum Gum. Ég á Gummy Gum Gum. Gummy Gum Gum, nei, var ég ekki með það? Nei, þið fannst það bara svo gott að ég sagði það við hann. Það fórst það bara að kalla hann Gummy Gum Gum hérna bara á göngunum. Mér finnst það reyndar helviti gott nafn, Gummy Gum Gum. Já, það er toppnafn en vertu velkomin Guðmundur Benediktsson. Takk kærlega fyrir. Far ekki fram hjá neinum við hvernig er talað hér. Konungurinn. Og já, þetta er stór helgi í ekki bara þínu lífi heldur allra Íslendinga þegar ekki. Ég held að sé ótt að segja það. Já. Þetta er allir Íslendingar með eitthvað í höfðunu og hjartanu eru spenntir núna fyrir helginni. Já, og enski bolti komin heim eftir, já, hvað er langt síðan að hann var hérna hjá okkur á sín? Er ekki 6 ár? Já. 6 ár síðan að Síminn fekk hann lánaðan Já. og Hann er komin heim. hann er komin heim og byrjar í kvöld. Já, þannig að þú er ekki, ég veit að við vorum með byggar um það en þú er ekki líst leik í enska boltanum þá í 6 ár úrvalsdeildinni. Það er hárrétt reiknað hjá þér. Já, ég er nefnilega ekki alveg svo vitlaus. Don't call it a comeback. Gummy Gum Gum. En þú mætir í standi Ég mæti í toppstandi og það byrjar bara strax í kvöld náttúrulega. Það er bara förstagsleikur, fyrsti leikur af 380 á þessari leiktíð. Liverpool Bournemouth ekki? Meistararnir frá Bournemouth í heimsókn og hérna, það er ekki að segja hann að það sé spenna og kannski sérstaklega hjá stundismennum Liverpool sem að eru ennþá hálfdruknir eftir sigurinn í vor. Já, Það sem búin er að bæta eiginlega- við ágætis mannskap líka. Já, bustuð eiginlega deildina í vor og eru búin að styrkja sig heldur betur og það má heyra að þeir eru býstna bjassínir stundismenn Liverpool. Já, þeir eru ég var að gefa líka Liverpool stundismennum það. Þeir hafa alltaf verið bjartstínir. Já, já. Meira þess að bara þegar allt var, þeir voru bara eins og United er núna. Við vorum í 15. sæti síðast. Ég er ekkert bjartstinn og var ekkert bjartstinn fyrra. Ég þekki nokkra pólar. Þeir eru bjartstinnir alveg saman hvernig gengur. Hvað þá þarf að gengur vel? Það er svona þegar að hugurinn er ekki í takt við hjartað. Það er engin pressa á United ykkar liði núna. Ekki nein. Hvað ætlar að vera í 16. sæti? Þeir eru búin að versla núna og það er alveg víst það er komið pressa. Ég meina þeir þurfa bara að vera í topp 14. Þá voru þeir betri. Við ætlum á fyrra skiltið. Byrjum þar. Á fyrra skiltinu. Hvað er það? 12? Nei, það er bara 10 lið þar. 10 lið þar bara. Já. Þú ætlum að segja að Liverpool væru clear favorites núna með þetta sísón, svona faglega matið. Þeir ætti að vera það. En ég er náttúrulega ekkert sérstaklega gáður og þannig að ég er bara opinberlega búin að spá Chelsea sigri. Chelsea vinni deildina? Já, þeir vinni deildina og náðu að gera Hjörvar alveg trilltan
í gær í uppbytunarþætti með þessu en hann fullirti það reyndar að United er í meistaradeildarsæti. Þeir myndu geta æft svo vel, þeir eru ekki í neinum aukakeppnum, þannig að þeir geta æft svo vel. Er hinliðin þá ekki að fara að æfa vel? Þeir verður með feskari lappir en hinliðin 14 sem eru líka með feskari lappir. Já, þeir eru ekki með sama mannskap á United. United endaði í 15. sæti. Við erum búin að versla núna bara nýja framlínu. Ég er búin að horfa núna á 2 síðustu æfingarleiki fyrir mót. Er þetta að tala um þeir eru dragonmeistarar og Já, eftir vítaspyrnukeppni gegn Fiorentina. Ég held að sem er 2 titla núna á undirbúningstíðinmáluna. Sem er magnað, 2 jafntefli gegn Everton og tóknuðu titli í kjölfarið. Ég held að Jassi og félag hjá Grimsby sé að fara að vinna á sko. Já, í litla byggandum. Litla byggandum? Já, ég held að. Ég ætla nú ekki að fara svo langt. Nei, en betur hvar spáðu þú og United á þessu tíðanbili fyrst þú svona rosalega svartíð? Þú veist, ég er nefnilega mjög bjassinn. Ég er að spáða 7. sæti eða eitthvað 7. sæti. Það er flott bæting, Já, það er bara stórkostleg bæting. Ég get ekki kallað það bjassinn. Það er bara mikil bjassinn, þú endar í 15. sæti. 7. sæti, þú ert United maður. Það er ekki með það að gera, sko. En hann er fagmaður líka, sko. Hann er professional. Ég segi 5. til 5. 4. En hvað settur Newcastle? Það verður aðeins erfiðara hjá þínum mönnum. Alveg svo spáðir afturheldingu líka. Þeir eru í fallsæti núna. Ég ætla að minna á það. Já, býttu, við förum yfir það eftir. Það er engar ágjörði. En hvað, Newcastle Ísaksmáli er að gera allt vitlaust. Já. Og hann er ekki að fara að spila leik fyrir þá. Hann mun fara. Heldur það? Já, klárt mál. Hann mun fara á lokum en Newcastle hefur efna því hins vegar að bíða bara hann til að rétta verði kemur. Og munu gera það held ég. Og ég vil að það skilja að hann endur bara í Liverpool síðan. Heldur þetta verði þá kannski þá bara annarkvort Liverpool eða Newcastle sem tæki þá deildina eða? Nei, ég held ekki að Newcastle tæki neina deild. Hvað er þetta? Hvað setur þú þá? Ég er að setja það bara sko fyrir aftan United. Nei, þú veist, ég er það svassitt fyrir ykkur. Nú ert í rugli sko. Já, kannski. Ég var það óheppinn sem úlingur að ég fór bara í gallaböksur þegar ég var að fara á bölli 8., 9. og 10. bekk. En var það óheppinn að foreldrar minn reykti eins og strompar inni hjá mér. Þannig að það var mikil reykingalikt af fötunum mínum og það vildi þegar ég fór að svona Ekkert þvegið það? Jó, en það bara var endalaus stibba. Það er nýbúið þvó og svo bara fæ ég mér að borða það fyrir balli og komið aftur. Ég þekki fólk sem dýrkar svo líkt. Góð síkólikt. Úlingstúlkur á þessum tíma, við erum að tala um 93, 94 og 95 hafðu ekki mikið áhuga á þessa lykt þannig að þegar ég var að beða stelpunum að vanga ég seta á lyktina, kannski var það eitthvað annað það sögðulega alltaf nei það er svolítið að sama að vera að gerast hjá Newcastle á leikmannamarkaðinum fyrir þetta tíðanbili, það er alveg sama hvaða leikmann þeir orðaði við, hann fyrir eitthvað annað lið við erum að tala um Joe Pedro, við erum að tala um ekki teg hann sem hann fyrir til Liverpool, við erum að tala um okkar mann Sesko sem fyrir United sko, ég held að sé ekki spennandi að búa þarna. Nei Það fyrir fyrir norðan, við erum norðan menn. Við erum norðan menn, en það er allt annað hjá okkur, sko. En það er skásta veðri nefnilega, fyrir norðan hérna. En þannig er ekki skásta veðri. Nei. Og sko, ég er með þá kenningu líka, enskur stjóri svolítið erfitt með að selja mönnum að koma, og það er ekki ástæðulausu sem að öll bestu liðin eru ekki með enskan stjóra. Já, Eddie Howe. Eddie Howe, ég held að það sé frábært þjálfari, en það er bara, held ég, þú veist, einhvern veginn enski stjórar hafa ekki náð einhvern veginn að búa sér til eitthvað svona þannig sem nafn að allir vilji koma til þeirra. Nei, og kannski erfið alveg fyrir að selja svona hugmyndafræði sinna og hana. Já, Hjörvar vildi meina í gær að þeir var búin að vinna loksins titil í fyrra og þeir var sattir og þess vegna vildi enginn koma. Sko ég held að Newcastle sem félag alls ekki sattir og alls ekki eigundnir heldur því að þeir eru forríkir. Og þeir eru búin að gera þetta skynsamlega, maður er að gera það, veist. Og er að fara eftir einhverju reglum segja allir, en ég held að stuðningsmenn Newcastle séu hins vegar til í það að fara ekki eftir reglum og fá alvöru leikmenni. Það kemur einhver, ég gisk á 2 leikmenn, 2 framherjar sem kom inn hjá Newcastle núna en þeir lef ekki Ísak að fara fyrir en að þeir eru búin að finna einhvern í staðinn. Já, þannig að þú heldur, Steindi, þú ert mikill Newcastle þú hefur aldrei farið á St. James Park. Nei, ég var það inni, en það vill ekki. Er það bara því að svo ógeðslegt þarna fyrir norðan? Nei, það er frábært þarna og málið er að fólki í Newcastle er alveg, þú finnur ekki betra fólk þannig að ég skil bara ekki að bara erfitt fyrir mig að fá einhvern á leik sko, þar. Þekkir einhvern í Newcastle? Nei, en ég er mjög opinn fyrir að kynast öllu það. En reyndar er þetta alveg rétt hjá þeim að stemmingin hún er rosaleg sko. Þetta er á bucket list hjá mér að fara á leik
heimaleik Newcastle Maður ætti að fara að Newcastle Sunderland núna fyrst það er hægt. Já, Það er ekki lengur Getur búið til ferð. Já, akkur gerum við ekki ferð. Við erum að fara. Auðvitað að fara Tökur Sörur með líka Það er ekki lengur Cass is king í þessu boltagrilla þegar Newcastle getur ekki fengið neitt bara þeir eru fann að horfa okkar annað þessi leikmenn en The Cass núna En þú veist, ég ætla að segja 7. 8. 7. 8. Já, það er ágætt að vera með svona vonda spá þá getur við komið Já, líka bara ég fann að halda guð með að mætt fullur inn það er föstudag, það er stór helgi framöndan hann spár United 7. og Newcastle 7. þannig getur það bæði verið 7. Newcastle er 8. Mér langar aðeins að fara yfir í bestu deildarandryggir því að hún náttúrulega mallar með enska boltanum þannig að þetta verður bæði í gangi sem náttúrulega veistla fyrir mjög marga Ég verð að segja samt guð með eitt því ég veit ekki hvort hann hlusta alltaf Hann Steinþór Róa Steinþórsson oft kallaði Steindur Junior sem setur hérna við hliðina þér hann gerði ekki lítið grínaður daginn í þættinum okkar þá vildi hann meina að því að þú spáði þeim falli og þá var afturhaldin komin í 7. eða 5. sæti og hann sagði orðrétt kallar þessi maður þessi ekki sérfræðing og sagði þeir eru bara í efri hlutanum núna hann spáði þeim falli Ég var fann að spáði sigri Ég var alveg komið þangað sko En sko núna er staðan þú veist, ég veit ekki hvort tilvílun eða blöð hafi bókað akkurat núna til að sokka juniorin en staðan er þannig að við erum í næstnæsta Afturhaldin er næsta sæti þannig að við byrjum aðeins að taka neðri hlutan Hvað er að gerast það? Þetta er samt sturlu deild Þetta er ótrúlega skrítin deild í ár Það munar bara 3 stigum og fallbaráttu og 5. sæti Afturhaldin tengir saman 3 sigra núna síðustu 4 þá verða það bara í efri hlutanum þegar að deildin skiptist Því að þau eru ekki að vinna marga leiki þessi lið þetta í næsta klassanum en það er ótrúlega stutt á milli það er bara Skæin sem er núna hvað er það ekki 5 stigum frá öruggusæti eða eitthvað Já, 4 þeir eru neðstir allavega og KR sem þeir fall ekki KR vann loksins, FH vann og þú veist, liðin sem voru hann alveg í botninum þannig að þetta er 1 sigur í næstu umferð og þá ert þú farin að syngja og hlæja og tala niður til mín bara í næsta þætti En sko, við erum KR næst heima Það er nú bara, ég myndi að segja að það væri vel dúubúl Það er nú lið og uppleið Það sem er náttúrulega að há afturhaldingu líka er að þeir ekki endalast í jafntöflum Já, og útileikindir sem við erum bara ekki að ná að gera En nú komstu til okkar, við erum með regluveitni F9 blöður, við erum vanafesti menn Þú kemur til okkar þegar íslenski boltinn er að byrja og núna enski, þegar við stennum nú komin heim þá höldum við þeirri reglu líka að þegar þú komst til okkar, þá varstu með spá stendur við hana, að hvað ertu núna svona réttar úrslitakeppnin byrja segðu mig hvaða tvölið falla og hvaða lið verður Íslandsmeistari Sko, Þetta er alltaf kræfjandi Sérstaklega spáliðu falli sko Særandi getur verið særandi Junior er í stúdíónu sko Þetta er spá sko Þetta er bara spá Sko eins og ég held ég að spá afturhaldingu í IBF falli í vor og ég held að ég verða að standa bara við afturhaldingu Þetta er alveg skellur maður IBF er hins vegar í betri málum og einhvern veginn finnst öllum óbúslega erfitt að fara til Vestmannaeyja þetta er svo langt ferðalag og fara með skipi og allt þetta sem að svona þeir tapa stundum í haustnum áður en mæta á völlin Búin ákvæði svo þreyttir en Skæin ég held að Skæin því miður sé að fara niður og því miður Skæin afturhalding Þetta er alveg nágranna sveitafélögin Nei, þetta er ekki eitthvað sem ég vildi að gera Ekki á föstudegi En svo á móti sagður líka að ef afturhalding tæki kannski 2-3 leiki í röð Það veist, 1 sigur, 2 jafntefli kannski En þú veist líka að það á við öll hinliðin Ef þau taka 2-3 öru þá eru þau líka bjarga sig Það er ekki bara afturhalding sem þarf að vinna 2-3 öru Ég held þetta ráðust ekki fyrir bara í lokaðum umferðinni Sem er veistla Sem er veistla og ég er að vona að verði nákvæmlega sama á toppnum sko. Ég held fyrir móta að enginn geti keppt við Víking og Breiðablik Valur eru búið að sína það að þeir eru heldur betur að keppa við þá og eru á toppnum Með 5 stiga forskot á bæði lið Já, og er í mjög góðum málum með miklu betri markatölu heldur en líka Víkingur og Breiðablik sem er nánast aukastig þannig að Valur misti hins vegar og seldi mann á dögunum til Skotlands og það er spurning hvernig það fer í valsliðið en Það er búið að loka glugganum, geta lið keppt Það er búið að loka glugganum, hann lokaði bara núna á miðvikudaginn Þannig að það er enga fleiri breytingar Stjarnan gerði hópinköp bara á lokadeginum 3, ef ekki 4 erlendi leikmenn vinir
Hans Kolker. Já, það er þetta með svona. Já, fyrir samstagsmenn í landsliði Sierra Leone sem eru komnir 2 eða 3 og einn annar pólitíkur. Stjarnan ekkert í miklu vesinni, þeir eru bara í topp 5 eða eitthvað. Nei, Stjarnan hins vegar ætlaði sér endað í 4. sæti á síðustu leiktíð og ætlaði sér að keppa með þessi lið sem að hefur ekki tekist og þannig að þeir svona taka smá séns, myndi ég segja. En til dæmis þetta, að því að glugginn var að lokast, hefði Afturelding átt að kaupa bara 5 leikmenn eða? Ég meina, hvað er dýrt að falla? Er dýrar að falla en að kaupa 3 menn? Sko, það er náttúrulega algjört happrætti að alltaf kaupa inn einhverja 4-5 leikmenn fyrir síðustu 9 umferðirnar eða hvað þetta er. Hvað er núna? Það eru 2, hvað eru margar? Það eru 4 leikir eftir í deildakeppni sjálfri og svo 5 og síðan 5 í úrslitakeppni. Þannig að, en það verður líka, sko, Víkingur féll út náttúrulega á ævintýrlega máta í gær. Já, hræðilegt enni. Já, alveg ömurlegt, en þeir, þú veist, það mun hjálpa þeim í deildinni. Já. Því að þetta verið mjög erfið leikir á milli deildarleikja. Blikar eru hins vegar að fara að spila 2 leiki í viðbót að minnstakosti. Heldur að Valur, finnst það líklegast núna, eða? Já, maður verður að segja það. Þeir eru með þess að fórust á toppnum, þannig að, en ég ætla samt að ég held ég að spá Víkingum. Já, ég ætla að halda mig við það. Heldur þið það? Já. Okay. En þannig að IBVF var eiginlega eina breytingin, þeir verða áfram Skaginn fyrir niður með Aftureldingu og Víkingur vinnur. Já, Sangat gummi. Hvernig spáði Steindi niður aftur? Ég spáði, var það ekki Skaginn og IBVF? Nei, ég man það ekki. Nei, hann spáði ekki neinu, hann bara spáði Aftureldingu gerði top 6, það var hans eina spá. Já, ég þessi hræði mig í þessu aðla, er eins og káringarnir eru þarna núna næst, ég veit bara, þeir eru ekki að fara að falla. Káir er ekki að lið, þeir nennan því ekki. Ég held að bara muni hins vegar bara því að þeir fengu heimavöllin í þar síðustu umferð. Að muna. Jafnlega Blikum og unnu síðan Aftureldingu í síðasta leik og þeir munu ná í stíðin sem að duga til að halda sér uppi á heimavalli. Já. Með þessum orðum að Býtu, ég er að heyra, hverju vera meistarar á Englandi frá ykkur? Ég spái því að Liverpool því miður verið meistarar. Já. Það er erfitt að segja. Ég segi að Leður hans og félagar í Arsenal takir það. Ég spáði þeim öðru seti. Og United fer hvert fyrir? City 3, United 4. Heimsmeistarafélagslega komast ekki bara í topp 4? Hæ? Heimsmeistarafélagslega komast ekki í topp 4 eða? Nei. Ok, áhugavert. Þú spáði þeim tótli. Þetta er komið í lofti. Ef þú ert heimsmeistari þá er þetta bestur. Já. Og Grimsby vinnur United, heyrðu það fyrst hér. Já, með þessum orðum allir þá kveðja Gumma til hamingju með daginn, Gummi. Takk sem leiðis. Og já, bara til hamingju með daginn Íslendingar. Þetta hefst í kvöld eins og hann sagði Liverpool Bournemouth klukkan hvað á íslenskum tíma, Guðmundur? 19:00. Það var uppbytun með sér fyrir leik, örugglega 18:30. Uppbytun 18:30 og það er líka talundum annað að ég hef aldrei séð þetta dagskrá hjá sín þegar kemur að enska boltan. Hvað, við erum með þátt bara næstu alla daga vikunar. Já, ég var að leggja húsbílnum bara hérna frutan. Ég var bara hérna. Þetta er Dogson, þetta er Big Ben, þetta er Varsjáin, sundagsmessan. Þetta eru 4-5 þættir. Svakalegt. Tryggið ykkur áskrift núna inn á sín.is. Gummi, takk fyrir okkur. FM 957. Ok, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Þakkum Gumma Ben kærlega fyrir komuna. Já, gaman að fá. Já, það er alltaf gaman að fá Gumma Ben. Og við minnum á enski boltinn er að byrja. Þannig að ég myndi taka netið, Stöð 2, Sín Plus og alla sportrásinnar á alvöru pakka frá sín. Þá eru þið með enska boltan, íslenska fótboltan, þið eru með körfuna í haust og bara, þetta er alvöru pakki sko. Já, þetta kostar bara mikið bara á netið kostaði þetta. Ég er að segja það, þannig að þú ætlar að vera það þurfa allar að vera með net sko. Já. Þannig að þú tekur allan pakkan hér, þá náttúrulega er ráðurast. Þá er þetta alvöru dýl, meistaradeildin þarna líka sjálfsögðu, þannig að þið fáið ekki betri pakkan. Og talandi góða pakka, þá er Keiluhöllin með enska boltan að sjálfsögðu alla helgina líka og þeir fáið bjórin á 500 krónu þar. Allur bjór á krana yfir helgin á 500 kall. Það er gjöfin ekki gjald. Rosalegt. Ég meina, hvað ætlaðu þurfi marga bjóra til að vera komin á svona góðan stað og bara fín? Þú veist, mér langar bara, ég ætlaði bara að fara út og finna á mér og svona og fyllir í kannski líka, örlítið. Ég myndi segja að þriðji bjórinn er hættulegur. Þriðji? Þar breytist hann. Þannig að gefum okkur að þú myndir fara núna á Keiluhöllina og fara upp í Keiluhöll og drekka
6 bjóra Já, þá væru nú alveg góður já, þá er ég orðin alveg þá er ég ekki tipsy, þá er ég orðin alveg bara svona semi-fullur. Já, þú segir það og það myndi kostaði 3.000 skall. Já, það er ekki mikið. Það er ekki mikið. Það er sko að pappi eins ekki að hlusta á maður. En pabbi okkar, Já, það verður keilu til alltaf þú helginum. gætir hitt senior og britsar bara að þetta er svona ódýri bjórar. Það er frétt að þessu, að bjórið séu svona ódýr og verður það bara þarna. Er einsi rallykall ekkert að elda þessu ódýru eiginlega? Nei, bara Ilsi Rally, kallir þetta rosalegt nafn á pappans. Hann En vill það bara verður stappað, það er 100% þarna. Já, Það verður stappa alla helgina í keiluöllinni, það er nokkuð ljóst. En við erum að fara núna í spurningakeppni Gilsarans. Já, nú er rútína þetta hjá fólki, skólandur að fara í gang, vinna, sumafríði búið, þannig að þetta er King of Routine. Já, King of Routine. Þessum að dettin, þetta er næstu 2 vikum, kannski september, þá vandrar allt bara lífið orðið eitthvað neginn, partíðið búið. Er það ekki bara allt í lagi? Jú. Ég er svona, veist, ég kvíði alltaf þegar sumar er að klárast, ég er núna bara nokkuð til í þetta. Það má ekki vera ómikið partí, sko. Nei, það þarf að, you gotta take the good with the bad. Já. Sko, King of Routine, þá byrjum við þetta. Ertu að fara neglaðir í gimmi núna og koma þér í álfuru rútínu þar? Já. Sko, ég er að fara á æfingu. Það telst það sem gym? Negativ, það var aukalega sko, veist, ekki fara, ég er ekki að spyrja út leiðin í padel eða box eða Það er að lyfta einhverju lóðum. bara, já, ég veit, þú farið það bara með þannig að Því að það er Svo glöður að fara í það. Það er allt eins nema lóðin. hann er líka að fara að skvassa og hitt og þetta sko komið rosalega padelvellir í sporthúsinu og Já, svona. þannig að ef ég get farið í sporthúsinu og farið í padelleik þá var ég samt ekkert í gimminu. Ég var ekki bara í gimminu með blöð að spila padel. Ég Ég vil verði til punkta að sjá þið Þetta er taka ekki mín aðeins keppni. ég verði til að sjá þið taka rífi 1 og 1 lóð sko Já, ok. Þú ert ekkert búin að fara í það sko, aldrei á Nei, ævi. ég er ekkert í því. En á hverju byrjar ekki að lifta þess? Hann ætlaði að byrja. Ég er að Nei, því að, veistu þið hvað? Tími er rosa dýrmættisar. Já, Maður ég hef séð eigða tímanuðinum að bara bóra í nefið sko. Nei, þá er ég samt ekkert að eigða honum. Þá er ég að eigða honum eins og ég vildi eigða honum. Ok. Og ég bara, mér finnst það ekki nógu skemmtilegt að lifta svona játnum. Þú ætlaði ekki prófa það. Þannig að ég fer bara á æfingu, sko, ég var til í padel. En þá ertu kannski að lengja tímaðin á þessari jörðu. Það held ég nú ekki. Hvernig ferðu það út? Þú ert í betra standi. Já, Meira líkur og lifi lengur. Ég er sko elsta kona í heimi. Það var nú bara frétt hann daginn. Hún gerði ekki annað en að reykja sígarettur og drakka brennivín sko. Og bara ég held þetta snúist miklu frekar að vera glaður heldur en að vera með einhverja vöðva. Þannig lifir áfram. Hún var elst í heimi, ég get ekki. Það er ekki hægt að taka neitt frá henni. Það var góður aukja á stónum að gera það. Já, ég menn Það er ekki oft. Það er þá 1-0 fyrir blöð. Opnar í ískápin reglulega þó þú vitir að sé ekkert nýtt komið í hann. Já. Gera það báður. Og skápinn og skápana og ég rápa rosalega í eldhúsinu og fæ mig svo ekki neitt að því að ég er að reyna núna sko. Ég er að taka upp svolítið á. Ég hef oft heyrt frá Rakel, þú veist það er sami í ískapinu núna og þú kíktir á hann. Ég er bara Já, það byrtist ekkert nýtt. Nei, það er bara, þú varst að opna hann á þann og það er engi búin að setja neitt í hann. Nei, samt er ég að kíkja og ég er ekki bara að opna hann, ég er að skoða í hillindur og eitthvað. Og bara eitthvað, Ég veit ekki eins og hvað ég er að leita. Nei. Ég held þetta sé kækur. Þetta er líka kækur mér og málega það ástæðan ef ég myndi taka úr það ég fer á beit, það er það sem gerist um mér. Ég borða alltaf bara, þú veist, með ykkur bara hádegismat eða eitthvað og svo borða ég bara kvöldmat og ég fer á beit. Svo finnur þú saltstanginur og klára það. Ég tek bara símtal kannski, svona klukkan er kannski 5, ég er heima, blöð hringir, hörru, ég er að spá einu og ég bara, já, ok. Svo eftir símtalið, þá er ég bara búið með saltstangir, bara heilan pakka. Á þess að fatta það. Og ekki að njóta. Nei, ekki neitt, ég stóð bara og lappaði og ég fer bara á beit. Svo er bara, það er my cross to bear, sko. Já. Svo bara hægt að beit. Já. Ertu rútínukall í betanum? Nennu vissu í alveg ætlum að svara. Þetta er ekkert skítið spurning, þetta er bara. Nei, þú ert byrjaðar komið strax þangað í spurningu 2 eða 3 sko. Þá vitu alveg hvert að þig. Hvað er að vera rútínukall í betanum? Ég segi það. Bara, þú veist, svona, það er ákveðin rútína svona sem kannski fylgir. Ég myndi segja að þetta byrji alltaf svip. Við höfum að hreinskilja. Já, meina, þú veist. Svo er alveg það er ekkert vískvöldandi endi á rútínu er byrjun, það er nokkuð ljóst. Já, þetta er ok. Þetta er ekki. Blöður eiginlega fara á punkt, sko. Það er nú svona, svona líka hjá flestum einhver rútína að byrja með. Já, ég meina. Strekkur ekkert bara beint í hundin. Ég meina, ég er að segja, þú veist það bara með fullt af krökkum og það er yfirleitt kannski á svipuðum tíma þú veist í kringum það. Ég ætla að svara um spurningum minna. Ég myndi segja að það er alveg rútínu byrjun. Þetta er helviti tæft eitthvað, 3-2.
Ferðu alltaf á sömu veitingastæðina og helst sama sætið líka? Ég reyni það, já. Ég tengi ekki til þetta. Nei, þú fer bara á Ég sest bara sem laust. Já, fer bara á einhvern stað og sest í einhver sæti. Já. Situr ekki alltaf í sama sæti til þess að borða heima þér? Nei. Situr ekki alltaf í sama sætinu svopina? Ég spurti þess að þú er alveg sama hvað þú sest. Já, ég er náttúrulega sest bara, já, og svo náttúrulega líka er ég ekkert alltaf fyrstur að borðinu eða í sófan og... En ertu ekki alltaf sömur lið á rúmun? Jú. Já. Ég myndi segja að ég væri... Hann skrítið að fara að rótera því, sko. Já, ég er alveg, svona 90%, sko. Já. Þú veist. Var ekki bara skrítið og kemur allt um þetta hinum einn í rúmuru? Hvað er það? Stundum maður bara að lesa ykkur bókur í krakkar og sopnar ykkur staðar. Áður en Energia hætti í Smáralind sem að ég bara hefur haft áhrif á líf mitt að sá staður sér hættur. Á geggjaður staður. Ógeðslega góður matur. Ég náttúrulega var á lausu í 7 ár og bjó rétt hjá. Sat ég alltaf í sama sætinu þegar ég kom þar. Já. Ég sakna bara okkar fólks þar, sko. Já, þeir voru alltaf bara sem voru áttita voru nú yfirleitt alltaf yndislega bæði kókos karri líka, það saknast með Já, ætla að ekki að opna eitthvað annar stað. Já, ef svo er Ég held að allir bara retire og fara að lifa góða lifinu, sko. Það þarf einhver að kaupa þessar uppskriftir Ertu það mikill rútínukall í flugvél að þú pantar drikk þó að sé nánast látin maður og gólfinu framar? Nenni ekki að fara að rífast um þetta en já, ég er það mikill rútínu maður í flugvél að ef ég er á leiðinu út þá pantaði ég með drikki. Já. Það skiptir ykkur mál að sé ykkur hann að gespa á gólunu hann á gólunu. Það var einhver lúði sem fekk smá aðsvif hann í einhverju flugi og ég leta ekki stoppa hann. Kall, sko, hann var næstu í farin að það maður. Hann var ekki farin. Það er að gefa hann súrefni. Ef þú sérði eitthvað komið með súrefnistangin á sig og ligg Hann var ekki með súrefni. Já, það var verið að Ertu eitthvað bílast þetta? Nú erum við að hætta þessu legum. Það var verið að gefa hann súrefni í alveg. Hann lá bara þarna. Við vorum samt alveg orðnir svolítið, þú veist, við munum þetta ekki alveg nákvæmlega, sko. Já, ég get bara votta fyrir það. Þú manst ekkert eftir þessu. Jú. Því að sagan breytist með hverju árinu. Veðrið var sikk að það. Ég hef aldrei upplegað svona flugvél. Það kom smá turbulence. Hann var hræddur. Hann var ekkert með eitthvað súrefnistangarna. Ég nenni ekki að rífast hann panikatak yfir turbulence. Turbulence er ógeð líka. En líka bara því að þetta var þannig að flugvélin var að pompa marga metra og svona. Það gæti líka verið þannig að súrefnisbreytingin hafi verið orðið til þess að þessi 97 ára gamli maður hníu niður. Það var svona 60 maður. Farð þú stig hérna, Stóni? Hann pantaði sér með, já, hann fekk sér drikk þegar ég pantaði. Ég teikaði ekki meiri hetja en það. Ég teikaði pöntunum þetta en við fengum ekki pöntununa. Jú, fengum gin tonic. Sko, þú manst bara ekkert eftir þessu. Við vorum alltaf með drikkan eitthvað fyrir. Bónar alltaf á því bílun á sama tíma hvers mánaðar. Það er bara ef við finnst stund einn einhver tíman og þá er ekkert eitthvað á sama tíma alltaf. Ekki rútína þar. Núna veit ég ekki eins og nákvæmlega hvað. Þú veist alveg hvað er að bóna þig bílinn. Þú bjóst hennar frasa til. Já. Þú átt hennar frasa að bóna sér bílinn. Ég gerði það nú óvart bara. En ég er að segja ég veit í alveg ekki núna hvort þetta tala um bara sjálfsfróun eða bara að raka á sér pungin. Ég var að menna það, sko, að snirta þarna miðsvæðið aðeins. Já, varstu að tala um það? Þú veist það ekki eins og það er sem við segja. Ég veit ekki hvað frasið þýðir í dag. Já, nei, það er ekkert alltaf saman tíma. Þetta er svona frasi sem þýðir bara stundum eitthvað annað en Já, getur þýtt allt einhvern veginn. Þetta er góðu frasi það. Nei, þetta er hræðilegu frasi. Bónus við bílinn. Það er geggjaður. Nú geði ég að fáðu kórið punkt þarna. Það bara 2 eftir. En er þetta eitthvað sem maður á að gera bara alltaf saman tíma mánuðar? Álfur rútínukallar eru bara eitthvað með, það er allt bara planað, skilja, það er klipping hér og svo bara þetta hér og Já, það er kannski erfitt að vera með Það er allt í dagatalinu. Það er erfitt að vera með eitthvað svona bara í dagatalinu. Þetta er núna meira sem hún bara kannski Þetta er meira bara fylgist bara með Ef maður sér hann fann að minka þá þarf þetta kannski aðeins að snýrsta þetta. Ertu rútínukall á dollunni og ef einhver hróplar við henni þá gjörsamlega sturlastu? Sko, nú veit ég að þú ert að reyna að fá punta því að Það má alveg kalla mig. Ég fekk hérna smá styrakast Þú vilt vera í friði þarna, rútínukall þarna. Þetta var á svipum tíma og snýpir í bóksinu. Varstu okkur keist? Herru, veitu hvað, ég er aldrei í friði á klóstinu, sko. Matthildur vill alltaf, hún opnar alltaf inn og er að þvælast og er eitthvað með vesen. Getur ekki læst? Jú, en þú veist, þá bara liggur hún á hurðinni og henni finnst gaman að joina stundum og eitthvað svona, sko. Þannig að bara ef ég truflaði þessum og pilast. Ég fæ aldrei á klostinu í friði, 100% friði. Þess vegna var ég örugglega svona pirraður, því að þegar ég kemst loksins bara á klósett í vinnunni, þá byrja að utti að láta eins og krakki hana. Já, það er bara þannig. Þannig að það er í rauninni
í rauninni ertu ekki að fá punktana? Jú, ég meina, rútínu, ertu ekki að tala um rútínu með það sé Jó, yfirleitt á 5-4. svona gerir þetta ekki yfirleitt á svona svipuðum tíma? Getur jafnað þetta þá í rauninni eða 5-4 þá Já, ég meina, flesti gerir þetta kannski svona mótnana og þetta er svona, ekki hvort þú hafi gert þetta, hvort þú væri til í þetta, væri til í að festa inn í rútínuðinni vikulega pekkingu. Nei, ég er bara alveg feskur. Þú stendur, ef þú tekur þetta. Já, ég bara segja já. Þetta er ekkert eitthvað sem að 5-5, þá náður jafnir pekkingu frá 10. Við höfum ekki áhuga að festa vikulegu rútínuna. Nei, Nei. Ég hef ekki eins og áhuga bara að setja þetta einu sinni á lífslegin held ég. Það er hreinskilin. Það þurfti að vera ykkur rísa afmælisgjöf á konuna og hún myndi bara heimta þetta eitthvað. Það er favoritin sem tók þetta, King of Routine, Blondell. Og eðlilega tókst þetta. Annað yfir skríti, vanafastastu meðlandsins. Já, en þetta var samt svolítið jant sko. Já, og það voru, ég skal bara gefa það, það voru með þess að bara nokkuð eðlilega. Já, bara alls ekki, oft eru með ruglaðari. Bara thank you for your service. Tónlistarstöðin FM 957 FM 957 hér á FM 957 3 í gýr á þessum föstu degi styttist í MC Gauta sem var að gera plötu á miðnætti. Það er rosalegt. Hann ætlar að koma hérna í smá spjall, alltaf gaman að fá hann sem daginn kom í banna hlæja hjá mér daginn og fór á kostum. Ég er spenntur að hlusta á plötun líka, ég er ekki búin að renninni sko. Já, hann er orðin tónlistamæður og grínisti, hann líka með stand-up-barna í Sigursalnum og fleira. Já. Þannig að við ræðum það við hann hér eftir smá stund en Steindi Junior, þú sagðist ætla að fara í kortmyndur frekar. Já, ég ætla að henda ykkur kortmyndur frekar. Það því að núna er hérna allt í gangi með Atlasinn sko. Já, geimfarið sem við fjöllum hérna, þá var þetta nú ekki mest lesið á Deva, þetta er mest lesið þar. Já, sko, þetta er bara mest lesið nánast bara á öllum síðum bara í heiminum. Já, en fjölskyldan fekk fyrstu skýsluna hér sko. Já. Þau vita nákvæmlega hvað er frétta þarna. Fólk var alltaf fyrstu geimveruskýsluna hér sko. Ég sá að Guðni Klippari, hann var eitthvað að skjóta okkur á Twitter, það var eitthvað að ræða þetta, veist, Guðni er okkar besti maður, Guðni Halldórs, rosalegasti klippari landsins. Hann má nú skjóta okkur. Já, hann sagði að við hefum farið yfir þetta og við hefum verið með fullt af einhverjum fréttum á YouTube og allt, en okkur ætti hann ekki að treysta okkur. Já, ég meina það var ekkert sem var ránt sem við sögðum hann. En það sem er að gerast sko, bara gerir fólk það bara að fara, veist, það var að fikta í rassinu á mörgum núna bara eftir 113 dag. Pælið því, eftir 113 dag þá segir hérna bara háttvirtur prófessor út í heimi, hann segir að eftir 113 daga gæti okkur verið bjargað eða útrýmt. Nú ætla ég að spyrja. Helviti, hvað er það að bjarga okkur, þú veist, þú getur ekki láta okkur í friði bara, þú veist, það fyrir að hvernig að bjarga okkur, ég þekka okkur að bjarga með nú. Er okkur ekki að takast að skemma þessa plánutu hægt og rólega heldur vel, eða? Vil eða ekki það bara svona aðeins að skóla okkur til, segja okkur að sleppa. Hvað er það að skipta sér að hvað við gerum okkur plánutu? Ég held að sé aldrei að fara að koma að bjarga. Hvað er að koma að gefa okkur lestur? Þetta er góða punktur hjá Egill. Hvað er ég að vera að bjarga? Það þarf ekki að vera að koma með nýja tækni sem að hjálpa okkur kannski að sleppa að vera líka plánutunni einhvern veginn eða ég veit ekki. Ég meina ég vinn hérna bara með ykkur í útvarpinu. Við erum ekki að finna út í því sko. Nei, en átlið að spyrja ykkur, eru þið stressaðir yfir þessu? Nei, ég er ekki stressaður yfir þessu. En haldið að sé fullt af fólki að núti núna sem er að deyja úr stressi yfir þessu? Já, ég held að. Ég held að þetta er náttúrulega sko, þetta er stórt mál, veist, þetta er óþekktur hlutur sem er að fara á rosalum hraða. Og hann verður hérna eftir 113 daga og annarkvort koma þér og fikkt í rassinu á þeir blöð eða þær koma og hjálpa þér. Engin hlutur koma á jafn miklu hraðaðinn. Nei, it's a record. En það er ekkert búið að staðfesta samt þetta sé eitthvað gameskip sko. Nei, það er ekki búið því en það er svona, þú veist. En ef maður fer eitthvað að hæja á sig fljótlega eða þú veist, eða það taka okkur að skrýtna beigjur og svona, þá er með maður detti panic mode sko. Já, líka að fara að hverfa og koma aftur. Þá fæmum við bara, þá fyrir við að gera bunkerinn sko. Þessu Sökkaberg og fleiri sko. En þessi hérna, hann svona eiginlega útilokar þetta sé ykkur halastjarna og segir þetta sé frekar svona tæknilega hannað geimfar og hugsanlega með vopn, segir hann líka. Hann er ekki bjart síð þessi sérfræðingur. En er ekki ólíklegt samt, ef þeir eru geimverur, þeir byrja náttúrulega alltaf að taka Manhattan og slátra því sko. Þeir byrja ekki á Reykjavík enda á Íslandi. Ég held að við veit ekki eins og af Íslandi. Við munum sjá í sjónvarpinu bara hörðu shit, þau eru komðir hérna til New York maður. Hvað gerum við þá? Ef við náðum að byrja að sjá þess að grænu slímu skjóta á byggingar og allt, þá gætir ekkert gerst. Já, sko, við getum alltaf að fara bara út í sveit. Nennar geimverun að fara allavega upp í Grímsnes að það er einhverjum bústað og slátra þeim. Nei, ég held að ef þú er einhverjum bústað í Grímsnesnu þá held ég að þú gæti lifa þar svolítið svona low-key í örgulega svona 8-9 mánuði en þanga til að kemur svo bara einhver geimverð að bara, heyrðu, það er eitthvað lið hérna
Dreifum þetta lima, þú veist Skilur, það verða að vegi þeirra sko. Ég hef sagt þetta áður og ég segi það aftur. Ég veit að ef þeir komni hérna og eru búin að eyðileggja allt hvort þeir, þá nenni ég ekki að vera hérna. En segjum að það væri verið að sprengja fullt af löndum út allt og við værum ennþá í Íslandi í panikinu Sko, myndir þú bara fara með fjölskylduna og hoppa í sjóina? Myndir þú ekki bíða og sjá? Myndir maður ekki bara hella í sig? Út en á þér haglaran og þú veist Ég myndi reyna að skjóta Ég myndi aldrei fara að saga Ok, ég myndi bara prófa eituluði fyrsta sinn Ég færi bara að herðu Fyrst það eru komnar hérna og bara ok, what's the fuss about? Myndir þú ekki fara í heroin? Myndir þú ekki fara í sterkt eituluði? Myndi enda þar En vistu hvað, ég held að það ef það myndi gerast þá hefðu við líka smá tíma inn á einu bara til að oftast deyjar og kvefi eða eitthvað í bíómyndum eitthvað baktería eitthvað tannkrem fyrir á þær og eitthvað með kveiknar í þeim bara hósta á það já, það fáið smá tíma til að meta svona herðu, býttu að vara einarna sem að datt niður eitthvað starfna í Bandaríkjunum hvað voru þeir að gera í kringum og svo líka þegar það rátt með svona vörn eins og maður sé Predator þá var hún með svona skjöld síðan tók hana af sér maður það Arnold sagði you one ugly motherfucker og þá tók það sér grímuna þannig drapa þannig að það voru að dissa ég getur þetta að fara í það dissa þær og spreyja segja bara svo ljótar eða litlega þá gemur það það var ekki eðlilega hest ljót sko en þetta er 113 dagar þannig að þá fáum við að vita náttúrulega aðeins meira þegar líka þegar nær dregur þetta er líka bara að hafa svolítið gaman þú veist þessu 113 dagar hvað er að tala um ef þetta er að vera búið þetta DS þá já það stendur við náum ekki jólunum sko þetta er sko 21. nóv til 5. DS þá er svona þá viltu helst vera komin í hérna hvað er þetta skilífspeltið sem þú læsir hérna framann og bara beint í það ég er að fara með Ted á Old Trafford 3. DS í fyrsta sinn að fara með hann það myndi ekki vera það 3. DS þeir fara beint í svona stóra leikvang já svona stadiums ekki gera vel villist að vera það já ég má bara gleyma því strax herru ég ætla að henda ykkur í þetta strákar því að þetta er basically bara tröllir í öllu þetta er hérna 3i Atlas þetta er ekki 31 Atlas þetta er 3i Atlas og óþekktur hlutur sem stefnir hraðbyr í 8 jörði já, það er alveg búin að koma inn á það ok, þannig að þetta er smá þema á þessu herru, hvort myndu við frekar vilja geimveran þú veist, nú ætlum ég að við verum að ganga út frá þess að geimveran, þetta er ekki bara ein geimvera það er ekki svona nokkra ein vel reið nei, við erum að gera rúna ráð fyrir að þetta flugskip sé mætt geimskip þannig að hérna, hvort myndu við vilja að geimverurnar myndu gramsa í rassinum á okkur hérna í 10 mínútur bara taka sem það ger alltaf sko já, hefðbundi check þú veist það er við alltaf fara í rassin sko gleymið því líka stundum bara við eigum að láta gera þetta við erum komin á þann aldur við eigum að láta gramsa í rassinum á okkur sko við tala bara eins og sko geimverurnar séu einhver ógeð þú ert sjálfur að fara bara að láta tjekka hvort þú sett með krabbaminn sko já, þær eru samt ekki við erum líka þessu sko þær eru ekki að tjekka á því hvað veist þú um það? Því að þær eru exploring bara the human body allan sko Ímyndaður ef að til dæmis einhver geimur er hérna eftir og það læknir sem myndi sjá bara herðu hún getur verið með krabba eitthvað myndi setja pötinn í rassinu á hann þá myndu þeir tala bara herðu ok, mannfólki er ógislegt það var bara að vera að setja það var grubli í rassinu á mér já, ef hún er að tjekka eftir bara cancer þá náttúrulega að gefa henni slaka á þetta sko en ég er ekki að tala um það, ég er að tala um komin bara og þú veist eins og við höfum ofta rætt þú ert bara komin á bekkin inn í skipið það verða grams í þér og fókus á rassin hvað er hinn opsjónuna? Að sleikja puttana á veiðimanni sem er búin að vera í 3 klukktíma straight á veiðimanni? Sleikja puttana á veiðimanni? Býta hæs hann er búin að vera að setja mann fisk bara úr ánni og búin að vera að halda á fisk og hann er ekki í velling búin að vera að veiða lax og sjóbyrting og silung og svona setja orma og öngurinn og allir úti svona þú veist hérna fiski í róði og öllu þó maður er búin að míga á sig og líka búin að því og svona yfirleitt svona búin að hrista dropa á sig og svo er hann búin að líka reykja mikið þú ert að spyrja hvort ég myndi freka að vilja að sleikja bara puttan á einhverju manni sem er að veiða eða bara einhverja geimverur færa gramsi rassinum á mér 10 mínútur þetta er létt svar 10 mínútur eða 3 tíma og þú veist sko ímyndaði hvernig stemningin á milli þín og veiðimannsins eftir 3 mínútur 3 klukkutímar já hvað þetta er vond stemning þú ert komin 2 hours in eru geimverurnar surprisingly gentle eða? Já, ég myndi segja að það væri ekkert að reyna það er bara skoðun ég held að sé, þú geta alveg stemning ef það skila manni síðan þú veit maður sippa manni upp í þetta skil 10 mínútur
svo sippaði hann bara aftur niður. Reynda að vera gamla sem skipi. Alltaf. Og líka svo liggur þú bara á okkur bekk og það er ekki bara eins og að vera í ljós. Það er ekki að meiða þig, skilur. Það eru bara að skoða. Ok, það er ekki að meiða mig, þá megar alveg tjekka hvort sé hvað. Já, þú veist, það er ekki að reyna með þig, en þú veist, eðlilega ertu samt að fá kannski helviti langa geimveru fingur inn til að skoða. Tjekkum bara á því. Já, ég fyrir það. Það er ekki? En enn gerir 3 tíma. Ok, 10 mínúna tjekk hana. Herru, það er næsta. Safna hári í 5 ár. Engin snirting, skilur við. Þannig að Blöð og Egill, þið þurftu báðir að safna hári í 5 ár. Það er mikill munur á mér og allir þar. Það væri svolítið ógeð, sko, ég fyrir klipp ykkur 2 ára fresti, sko. Já, þú væri þá með hár. Og langt á milli, sann, sko. En ég segi að þú mátt ekki gera neitt í þessu. Þú veist, 5 ár. Já, ég væri með hár, hvernig hár væri þetta? Sástu hárið á mig þegar ég var að safna þarna í COVID? Mér varst að fara það nokkuð vel. Ógeðslegt. Það voru 6 mánuðir. Þú getur að fara til Tyrklands eins og allir eru að gera núna og kom bara með þykkt fallegt hár. Nei. Getur þú víst? Hann neitar að gera, hann vill það ekki. Ok, satt náttúrulega 5 ára ég sé vel hitt, sko. Ef það verður ekkert annar draumur, þá verður að vera 20 stiga regla að þú farir í þetta. Já, það má ég ekki svitna eða drekka það neitt, sko. Ég meina, heyrðu, þú veist, það er sagt við allt. Þú veist, ef þú fer til tannlæknis eða eitthvað, þá máttu örugglega ekki reykja sígarettu, sko. Eða eftir á, skilur við. Hvað er þetta bull? Ég er að segja það sagt allt. Þú veist, að þú ert... Haltu bara áfram. Já, þú veist, auðvitað safna hári í 5 ár eða hvað? Heldur þú meir ekki fara eftir erfiða hári ígræslu aðgerð og fá þér eitt bjór? Nei, það má ekki. Hvað ætti það að gera? Auðvitað veist þú það betur en þeir sem er að þessu. Nei, ég er að segja, hvað á það að geta mögulega skemmt? Það er eitthvað sem að skemmi það sem voru að gera. Nei, þeir vilja bara ekki á hellir í Steindi, hætt að tala eins og vitur alltaf betur en Ég er allir. að segja, það hlýtur að vera, nú er ég að giska. Já, þú ert bara að giska, en ég veit að það er þannig. Það má ekki. Já, þeir vilja ekki að fara að drekka bara einhvern tréspýra og dettir á hausinn á nýja dóti. Please, klára þessa spurningum maður. Ok, 5 ár, engin snirting eða full blown geimverucheck í 3 tíma. Ekki 10 mínúna rassatekki. Heldur nú taka Það er alltaf bara í rassinum að fólki, sko. Nei, þeir taka Það er að skoða. Það er MC Gauti mættir utan fröðan. Hann er svo að bjarga þetta geimveru spjallitt. En ég talaði fólk og það var líka að tala um að geimverunar hafa að setja honni í hálsin. Er þetta 3 klukkutíma? Puttana 3 tíma. Ok, sko ég Og svo var bara, nei, ég veit Samt, ég meina, hvað geta það eru bara að skoða þig. Þetta farið koni kokið ég fyrir í geimveru tjekki. 3 tíma tjekk. Gott með síðustu. Þá er næsta. Ok, þá er næsta. Að mega ekki raka neinhár í 10 ár. Nú er ég að stækka það. Ói. Þá er ég að tala á öllum líkamannum, hárið, skeggið. Já, miklu verið, hitt og bara hárið. Og svo geimur option það ekki Þú líka. mátt ekki svo raka skeggið henni. Geimur tjekk í 10 klukkutíma. Nei, 10 ár eða sofa hjá geimuru. Hvernig lítið það út þessar? Það er mismunandi, það eru ekki allar, það lítið mismunandi út. Sofa þér hjá? Já, ég meina, í þessu tilfelli væri það hægt og þið myndu finna leið til að gera það. Það er bara með mjög eðlilega spurningu. Þú eitthvað fara að flissa hérna því þú er svo barnalegur. Er hún með píku? Þetta væri einhvers konar hóla bara. Hóla? Ég segi þetta væri, ég veit það ekki, kannski ekki beint píka eða tippi. Þetta væri einhvers konar annað dót sem þið gætu samt verið einhvern veginn að erta hvort annað. Ég þið verið að svara þessu. Sko, maður þetta Total Recall, þá voru alls konar geimur. Já, í Star Wars alls konar lúkk á þeim. Já, segjum þetta. Það er einn gæla sem er með 3 brjóstmunni. Já, þetta er ekki hún. Þetta er meira svona græn. Kannski er þetta hún. Þetta er svona í massa. Það var frábært díl. Það er bara græn slímug. Ég segi bara á geimurunni. Er það ekki? Jú, það er bara stemming. Þið völdu allt hérna með geimurunni. Já, við erum að undirbúka andlega fyrir þetta. Það er 110 dagar í þetta. Við erum tilbúin í geimurunnar. Hér er þetta smá stund King, MC Gauti. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta er FM 957 blöð hér á FM 957 og það er komin góðu gestur hingað í stúdíóð. Hann heitir MC Gauti. Vertu velkomin. Hvernig er okkar besti maður og góðvinur þáttarins? Sko í fyrsta lagi var ég að hlusta á ykkur tala geimverur og putta í rassinn trúir á þér? Á geimverur? Já. Mér stúpid trú ekki á að það er eitthvað. Já, við erum bara eins og sandkvæði eitthvað out there. Það veitir mér tilgang að hugsa að við séum ekki plís ekki einn í þessari veröld. En síðan fór það að tala um sko ég var eiginlega bara smá svona æstur bara þegar við vorum að tala um eitthvað svona gentle ass play bara einhverju 10 mínútur, ég skil ekki akkur að völdu það ekki allir bara strax. Við gætum að vera að æsa hlustendur. Já, ég get margir að því sexually sem er rosalega. Ég fekk flashback ég hef farið í
fór einu sinni í ristilspeglun. Já. Og það var, þegar þú varst að tala um þessu geimveru, þá hugsaði ég eiginlega frekar vilja að fá eitthvað svona geimveru aksjón, heldur það. Og sko, í fyrsta lagi þá mæti ég að ég var með eitthvað ég var með gillina í vesen, að ég held síðan var það ekki, þannig að það var for no reason. Og ég mæti En mæntalega var eitthvað þá að í bossanum? Já, ég held að það væri eitthvað vesen, sko. Bara verið eitthvað skein og mikið eitthvað. Og ég mæti, í fyrsta lagi þá ertu geimdur í það sem ég kalla prumpuherbyggið. Það er svona fólk sem er að bíða eftir að fara inn í ristilspeglun og þú ert settur í svona kúrikabuxur með svona neppu og síðan ertu bara kæruleysliv og liggur á svona bekk og ég fann bara ógæðislega mikið prumpufíla inn í þessu herbyggi. Lekallir þarna. Þá er að fara með alla úr að síðan vissi þú ert pumpaður upp sko. Og síðan hérna ég get nú alveg bara labbað en mér er svona rúlla á svona bekk og ég er bara vakandi og skrýta þess að vera að rúlla mér rúlla inn í herbyggi og það er pía sem býður með svona myndavél slöngu En þetta er, þú ert þeir alltaf að gera grína geimverun, við erum aðeins. Og síðan hjálpaði ekki að gaurinn sem var með rassalæknirinn, hann skrollaði. Þannig að hann sagði, nú kemur smá þrýstingu í það minn. Og þú alltaf á einhverju kærleysisleifum Já, ég bara, eitthvað svona. Og síðan er sko bein útsending bara á svona 100 fucking tömmu sjónvarpi úr rassinum aður. Fólk að horfa á það fram í? Já, nei, bara fólk. Það er keiftur áskrif. Það voru ég lendi það voru lækna nemar sem voru að fylgjast með í fyrsta skipti og ég meika ekki að horfa. Ég gat ekki hort á beina útsendingu úr raskatuna sjálfur mér. Ég bara svona laðist á hliðina. En pældi hvað ég örugglega fyndið í fyrsta sinn sem þú ert að gera þetta og það verið að tróða túpu upp í rassinu á okkur rappara, skilur Já, og líka bara þegar voru kannski bara einhverju tvítu í nemar bara, heyrðu þetta bara þetta er horror dæmi og síðan var mér rúlaði prumpuherbyggi þar sem ég var bara Hvað varstu lengi að recover eftir þetta kæruleysliv eftir að þetta var búið? Kannski svona 13 mínútur Máttu þú bara keyra strax heim? Já, ég mátti ekki keyra, ég þurfti að vera sóttur ég var sóttur og mér var skuttlaði heim og var eiginlega bömmir þegar ég fekk eitthvað svona, ég hætti það bara ekkert að og ég hugsaði bara, ég er hérna for no goddamn reason. Nei, það er svona gott að vita Já, þetta er gott bara strax álabaður út eða að býða eftir hann sagði bara að þetta lit allt mjög vel Þetta virka kærleysisleif svona stutt Nei, þetta er kannski aðeins lengur, ég veit það ekki Við eigum allir hérna fyrir ristilskoðun, bara svo vita það Ég ætla að fara bara ég fer einu svona ári blóðpröfu og mér langar að fara í svona heilskönnun og eitthvað svona bara að checka Akkur er ekki bara seldar svona vélar? Svona þú getur alltaf að fara í blöss og keypta einhverja vélar en það skilur skann ekki hvort þú sett með bara krabbamenn Nei, þú veit það en ég sé akkur ekki að kaupa akkur ekki að kaupa svona vél ég held að sé ekki svona ég held að sé gott að læknir en ég er að segja að myndu miklu fleiri getur þið ekki bara keypt bor og svona speil og gert þið tennendur á mig sjálfur þú getur það på þetta það er miklu en ég er að segja ég held að myndu miklu fleiri fara kann á sig bara eða allir ætti þetta bara heima á sér Þetta er góða mynd Þú getur verið mynd í stjórnlega pælingar En já, svona rassatala sæt Hvernig hefur gautið það? Ég er svo mjög góður í rassanum í dag Ég er ekkert að rassanum í dag Og til hamingju ný plata Já, takk fyrir það Já, heyrðu, til hamingju, geggjama Ég hef eftir að hlusta á plötuna Ég hef bara að hlusta á lögin sem út búin að vera að henda út En ekki alla plötun í heild Þetta er plata fyrir þig Ég veit það Ég fór í viðtala Bylgjunni og þau spurðu hvað er svona mesta bylgjulagið á plötunu og ég sagði það er bara því miður ekkert bylgjulag á þessari plötu Þetta er bara beats og rap og smá svona back to the roots Snáðun Ég fekk mér þess að Robby Chronic sendi mig skilabóð og hann sagði þetta er certified chronic shit Já, maður vil fá þann styrkinn sko Þannig að þetta er gott stöf það er gaman ekki, það er algjör mani að gefa út maður er eitthvað svona liggur í tölunum endalist og rífrisa Þið þekkið þetta bótið eitthvað Það er bara Hvað er marg lög á plötunni? 11 lög Hvað ertu búin að lengi svona í byggjar þar? Kannski, ég var að segja svona 8 mánuði eða eitthvað Ég ætla að gaf bara út plötu í fyrra og síðan aftur núna Varstu duglegur þá að fara bara í stúdíu og semja alltaf eða hvernig? Þetta kemur svona þetta kemur bara bylgjum best við erum farin að það trikkið er bara ef þið viljið vinna í einhverju verkefni og gera það vel einangur einhverju sumbústað þið eru að vinna í einhverju fara eitthvað í staðin fyrir að vera eitthvað staðar í sóltúnu eða eitthvað og maður er einhvern veginn alltaf með krakkana þarna þetta í gangi bla bla við höfum verið að gera þetta síðustu 3 plötur eitthvað sumbústað, loka sig af og þá ertu bara í einhverju kreatív getur ekkert að fara, þú ert ekkert að skreppa á fundi að sækja krakkan ég gerði þetta fyrsta því að Helgi Sæmundur er svona dálítið eins og þú hann er erfitt að svara á mæti seint og
og þá fengum við þessa hugmynd, ég hugsa bara ef ég loka hann af í sumarbústað bara í nokkra daga, þá gerist eitthvað og eftir það höfum við bara verið að gera þetta þess að Dýper var að gera þetta í Skagafjörnum en djúvillig platan þeirra líka góð maður Úlur nýja platan með Úlur mega næs fyrir eitthvað mikið rapp í lofti en akkurat eins og að segja núna plata þín bara, þú veist, þetta bara beats og raps og svolítið svona gamla góða mér líður eins og það sé líka bara komið aftur, þú veist, bara búið að vera að gerast í róleitum hann var ekki svolítið með St. Pete bara St. Pete hann kýtlaði gömlu hann kýtlaði gömlu við vorum bara, shit, hvað er það að syngja svona mikið og gera svo mikið balluðum hann kemur með þetta og það er bara sama tískan er komin einhvern svona ring það er svona 2000 tíska aftur lágabuxur, tribal tattoo megatan eitthvað svona þetta fyrir ringi, rappi líka heavy gott stöf sko ég hlaki eftir að tjekka á hann og hlusta plastið í dag hvernig þú gefur svona plötu út, ert þú með eitthvað svona, þú veist, gisk tilfinning hvað þú heldur að lag færi besti í fólk og ég er alltaf með gisk og það er alltaf rámt hvað er giskið núna á plötunni? Af því, sko, 10.000 er komið út og það er hittari við giskuðum reyndar á það, ég fann það bara leið ekki út en það eru þrjúlega, það er eitt af það með Daniel, það er eitt með Flóna en síðan lag sem þið ætla að spila sem heitir Kill Me, sem er í uppáldið á mér Kill Me? Ég hef 3 sinnum giska rétt Særu Kill Me eða Kill Me? Kill Me eins og draftu mig ekki Kill Me in Nei, ekki Kill Me já, ég 3 að giska rétt á Malbygg, Reykjavík og 10.000 annars er ég alltaf með rámt þetta er einhvern veginn, hérna, fólki verður bara semir, hvað er næs það er ómögulegt að giska á einhvern veginn hvað hittir síðan er maður svo gráður í dag, maður gefur eitthvað út og mann finnst þessu stóti að verða bara strax að einhverjum sko superhittara eða einhverjum lettindari dóti plötur þurfa að malla sko já, plötur um alla en einhverjir, bara að því þú ert að tala um það nokkrir gestar sem einhverjum höfður einhverjir sem segja nei, var einhver sem þú baðst að vera með í lagi og hann hafði ekki tíma ég hef einu sem fengi pjúra nei það var Emiliana Torini vildi ekki taka þátt í grín jólalegi það var einu neið já, þú veist, ég man ekki menn hafa alveg sagt eitthvað svona, herri, ekki þetta lag en tjekkum á okkur öðru en hérna, ég hef ekki fengið svona pjúra bara, nei, ég er ekki til í hvað er það eins og fyrir ef að til dæmis einhverja byggja þig að koma inn á einhverju plötu ertu þá að segja ekki þetta lag og heyra meira ef ég fíl ekki lagið þá finnst mér bara rangt að lappa inn í það bara for no reason þetta er svona þú ert að fíla maður verður að fíla dóti til þess að og líka bara meina það, hoppa inn á það það ekki líka bara, hérna, ég er klár bara, ég er ekki alveg að tengja þetta beat þú veist, bara eins og við vorum að reyna að gera lag ég og þú fyrir síðustu jól sem að hérna kalkun ymmit sem endaði með að ég sagði við ykkur, ég sagði bara strókar þetta er alltaf mikið kjaftaði það var talið þeirra steindi á í slut það var Jón Björn verið að pizza svo á mig aftur sko, hann bara, hefur ekki að tjekka kalkunum ég sagði, nei, bara alls ekki hann er alltaf að senda mig, við erum að klára kalkun ég sagði, við erum alls ekki að klára kalkun við ættum að klára kalkun, bara til að klára ég bara þarf að senda þetta á þau, þú getur spilað eins og þetta bara til að klára þetta af, þetta er aldrei að fara að koma út ever, þetta er ekki gott stöf ef að steindi segir þetta sé orðið ofsteikt mér rámar eitthvað það, þá er þetta orðið velsteikt mér minnir að sko konsepti á laginu var í rauninni sko partíjól var geggið hjá ykkur já, það er geggið, það er stemning konsepti á hinlæginu er að við séum að tala kynferðislega hluti og þú fattir það ekki fyrir í hálfu laginu að við séum að tala kjúkling sem við erum að elda þetta er bara of djúft í grínfeninu en talað grínfenið, við vorum að ræða hérna að vera á leiðinni nú ertu tónlistamæður og ertu fann að flokka þessum grínista líka já, ógeðslega gaman, við erum farið þriðja sísón af uppstandinu ógeðslega kvíðin og komst til líka í bannarlæði og fórst að kostum djöðl var það gaman djöðl var það, ég hitti hann hérna Andrafrey hérna daginn, þetta er óþægilegsta þetta er grillað kvöld lífsmins ógeðslega skemmtilegt samt líka svona Helgi Seljan sendi líka á mig daginn eftir hann sagði, herri, mér líður bara eins og við höfum verið bara á binge fucking fyllir svona bömmer veistu ekki alveg hvað var ég að segja þetta var skemmtilegt það er geggjað þáttur sko gott koncept, hvernig er það sínt? það byrjar í október þá kemur bannarlegin, hvernig byrjar púðsökurinn? Ég held að við séum bara með pröfusýningu svona testa hvort brandara virki núna í endanum á mánuðinum og síðan fer þetta bara í gangi í september og ertu þá að semja bara grín og fullblón, já, ég er búin að vera þetta kemur daldið til manns svona í
ég ekki alveg með þessa reynslu sem að Björn Bragi og þau hinn sem eru búin að vera endalaust í þessu að geta sest niður og skrifað grín, minnst þetta meira svona snúast einhverju hlut sem ég að gera og lendi í og þú veist, þú talar ofta bara líka bara þitt líf, skilur ég náttúrulega ógíslega fyndi í fyrsta lagi að vera 36 ára sköllóttur rappari, skilur, það bara og það bara svo margt í kringum það sem getur gæst en mér finnst óslega fyndi með þetta samt því að þú veist, það er til svo mikið að bara 36 ára sköllóttum rockurum eða jössurum eða af hverju það eitthvað öðru sem bara í rappi? Kannski það bara því að þetta yngsta senan af öllu sem við varst að nefna að það sé bara ekki komin jafn mikil kistla á það en ég finnst það náttúrulega ekki fyndið ekki nema bara ég fyrir mig uppistandið alla daga bara shit fuck ekki aldurskomplexum nei, alls ekki og mér finnst það líka svo fyndið ég er eitthvað að byrja á TikTok því það er það sem maður þarf að gera og ég fæ ítrekka kommentið þú ert sköllóttur og ég segi já ég er 36 hvað meina, þetta er ekki eins og diss þetta er bara heims hvað er að gera en ég minna svo líka að vera textandir þá líka bara öðru sig, þú veist, það er náttúrulega mismunandi hvað, þú veist, ég minna þú er erfitt að segja kannski frá einhverju, þú nennir heldur ekki að vera bara að krakki en koma bara, hvað meintur eiginlega nákvæmlega með þessa? Ég er búin að þurfa að útskýra fyrir börnunum mínu hvað elskum þessar mellur er og af hverju það var búið til og hvað það þýðir og svona en ég, eins og þessari plötur sko, ég bara fer, sko börnum mín þau með ekki blóta heima, en síðan hlustu á lögin það má alveg syngja með og ég var að gefa út lag með Rúnar sem heitir Fokka shit upp og svona mér við verðum að fá að segja það góð leið til þess að fá að blóta en Dreki, við erum bara að fara að kveðja með Gauta hérna í stúdíónum því að klukkan er bara að vera 6 og risa helgi framöndan sem oft kom inn á það er enski boltinn, það er komið ný plata frá Gauta inn á Spotify, tjekkið á henni núna Keiluhöllin, allir bjórar á 500 krónur alla helgina, þannig að ekki missa af því og við ætlum að enda þáttinn í dag á lagi sem heitir Kill Me Gauti, til hamingju með plötuna Thank you vel með púðusykurinn stórt að gefa út plötum það er að fylgja það er gæðið það er gott og kvíðavaldið á saman tíma þetta er gott stöf sko við verðum mættir á þriðjudaginn með blökkastið fullu bátu þar líka þannig að heyrumst á þriðjudaginn eigi góða helgi og hér er það nýjasta frá okkar besta Gauta Kill Me Þetta er FM